Þá snúum við okkur að 6. dagskrárlið, starfsáætlun og stefnuræða nefnda, velferðarráð. Erla Björk Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, gerir grein fyrir starfsáætlun ráðsins. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í velferðarráði sitja ásamt mér Róbert Freyr Jónsson, varaformaður og fulltrúi L-lista, Halldóra Kristín Hauksdóttir, fulltrúi Framsóknarflokks, Svava Þórhildur Hjaltalín, fulltrúi Sjálfstæðisflokks, Valur Sæmundsson, fulltrúi Vinstri grænna og Guðrún Karitas Garðarsdóttir frá Bjartri framtíð sem áheyrnarfulltrúi. Það hafa orðið nokkra breytingar á ráðinu frá upphafi kjörtímabilsins. Róbert tók sæti Jóhanns Gunnar Sigmarssonar og Svava kom inn í ráðið í stað Oktavíu Jóhannesdóttur sem bæði eru flutt úr bænum. Sjálf tók ég sæti Sigríðar Hulda Jónsdóttur sem steig til hliðar sem formaður velferðarráðs þegar hún tók sæti Loga Einarssonar í bæjarráði. Ráðið er skipað afbragðsfólki og vil ég þakka fyrir það góða samstarf sem þar fer fram. Það er mikilvægt fyrir bæjarfélagið að hafa öflugan starfsmannahóp og það á ekki síst við í velferðarþjónustunni þar sem samskipti við þjónustu þegar eru stór hluti af starfinu. Það góða samstarf sem ráðið á við starfsfólk þeirra starfseininga sem falla undir það og þá sérstaklega sviðsstjóra búsetusviðs og fjölskyldusviðs og framkvæmdastjóra öldrunarheimila Akureyrar er ómetanlegt og ég er afar þakklát fyrir það. Síðan ég kom inn í velferðarráðið hefur það fengist við ýmis verkefni og þessi stutti tími hefur verið afar lærdómsríkur. Viðamestu málin hafa tengst rekstri öldrunarheimilana sem eins og bæjarfulltrúar vita er þungur. Stjórnkerfisbreytingar höfðu mikil áhrif á fjölskyldusviði og enn er unnið að mótun þjónustöðs í kjölfar þeirra. Hvað búsetusviðið áhrærir er vöntun á húsnæði fyrir fatlaða brýnt úrlausnarefni sem unnið hefur verið að. Vinna við nýja velferðarstefnu hefur staðið yfir í langan tíma, fyrst og fremst vegna mannabreytinga í ráðinu og starfsmannahópnum. Verkefnastjóri var ráðinn til verksins haustið 2015 en verkefni kláraðist ekki á starfstíma hans. Gagnaöflun og úrvinnslu gagna er lokið og vinna við ritun stefnuskjalsins er langt komin. Vonast til að hægt verði að kynna drög að stefnunni fyrir sumarfrí. Málaflokkurinn í heild sinni þarf skýra sýn en hann er umfangsmikill og það er auðvelt að festast í afgreiðslum einstakra mála sem öll eru mjög áríðandi á hverjum tíma en duga því miður skammt sem leiðarljós til lengri tíma. Þá er nú gott að framtíðarsýn velferðarráðs er skýr. Hún er í stuttu máli sú að 2021 búi allir íbúar sveitarfélagsins við félagslegt öryggi og að börn og unglingar búi við góð uppeldiskilyrði. Þeim sem aðstoðar þurfa við sé gert kleift að búa sem lengst í heimahúsum, stunda atvinnu og lifa sem eðlilegustu lífi. Bæjarbúar séu hvattir til heilbrigðra lífshátta með öflugri fræðslu og forvörnum í öllum málaflokkum. Upplýsingar þjónustu Akureyrarbæjar séu aðgengilegar öllum og stofnanir og starfsfólk bæjarins séu í forystu hvað varðar nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu sem og að veita þjónustu af fagmennsku og þekkingu. Ég mun nú gera grein fyrir stöðunni í málaflokkum velferðarráðs en heilt yfir hefur verið unnið að uppbyggingu þekkingar, aukinnar nýtingar velferðartækni, forvarnarstarfi, sveigjanlegri búsetuþjónustu og auknu samráði við notendur ákvarðanatöku. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á sviði húsnæðismála í kjölfarið og annars vegar nýrri löggjöf húsnæðisbætur sem leysir á hólmi lög húsaleigubætur og vaxtabætur og hins vegar setningar laga almennar íbúðir sem fjalla stuðning við fjármögnun og byggingu leiguíbúða fyrir þá sem að hafa lægstar tekjur. Settur var á fót sérstakur verkefnahópur aðkomu bæjarins í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu og fulltrúi velferðarráðs tók sæti í verkefnahópnum. Hópurinn skilaði svo niðurstöðum í lok nóvember og húsnæðisáætlun leit dagsins ljós í febrúar á þessu ári. Akureyrarbær rekur í dag 329 félagslegar leiguíbúðir. 303 eru í eigu bæjarins og 26 íbúðir eru leigðar af þriðja aðila og endurleigðar til umsækjenda félagslegt húsnæði.
Á biðlista eftir leiguhúsnæði hjá Akureyrarbæ í árslok 2016 voru samtals 172 umsækjendur, þar af eru 29 að sækja um flutning í hentugra húsnæði. Það hefur því fækkað 17 umsækjendur á biðlistanum á árinu 2016. Undirbúningur er hafinn að byggingu 6 íbúða búsetukjarna fyrir fatlað fólk með mikla þjónustuþörf. Gert er ráð fyrir að búsetukjarnin leysi af hólmi eldra herbergjasambýli sem ekki stenst þær kröfur sem gerðar eru til heimila fatlaðs fólks í dag. Gera þarf ráð fyrir frekari fjölgun slíkra búsetuúrræða og verulegra umbóta á eldra húsnæði á næstu árum. Bæði vegna fyrirsjáanlegrar fjölgunar þeirra sem slíkrar þjónustu þurfa með og vegna aukinna krafna til húsnæðisins í lögum og reglugerðum. Við hönnun húsnæðisins þarf að horfa til þess að rekstur þess verði hagkvæmur og að hægt sé að veita íbúunum góða þjónustu með hagkvæmum hætti. Sértæk búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk er mjög fjölbreytt. Á síðasta ári nutu 66 einstaklingar þjónustunar. Þar af bjuggu 5 á áfangaheimili sem er tímabundin búseta fyrir fólk með geðraskanir. Aðrir búa í þjónustukjörnum eða sambýlum. Af þessum 66 voru 46 karlar og 20 konur. 34 einstaklingar fengu sértæka heimaþjónustu eða frekari liðveislu á Akureyri og 1 utan Akureyrar. 26 þeirra fengu meir en 10 klukkustunda þjónustu á viku en Akureyrarbær sér að veita þá þjónustu sem er umfram 10 tíma á grundvelli laga málefni fatlaðs fólks. Flestir þeirra sem þiggja þjónustuna hafa farið í SÍS-mat þar sem lagt er mat á stuðningsþörf og fær Akureyrarbær framlag úr jöfnunarsjóði samkvæmt niðurstöðu þess. Undanfarin ár hafa nokkrir einstaklingar sem þurfa umtalsverða þjónustu flust í nágrenni við þjónustukjarna. Á þann hátt er hægt að veita ráðgjöf, þjónustu og stuðning og öryggi sem felst í því að vera í mikilli nálægð við sólarhringsþjónustu án þess þó að flytja inn í þjónustukjarnan. Í febrúar voru 24 einstaklingar á biðlista eftir sértæku húsnæði. Þar af voru 14 á bið eftir þjónustukjarna en 10 á bið eftir áfangaheimili. 3 voru auk þess á biðlista eftir flutningi þar sem núverandi búsetuúrræði hentar þeim ekki lengur. Þá eru ótaldir íbúar sambýlisins í Jörfabyggð 14. Sérstakt búsetuúrræði fyrir heimilislausa einstaklinga hefur ekki verið til staðar á Akureyri. Þörfin er engu að síður fyrir hendi þótt hún sé breytileg. Það er dapurleg staðreynd að fólk er heimilislaust hér í bæ en við höfum reynt að leysa vanda þeirra sem eiga ekki heimili í félagslega leiguíbúðakerfinu. Fólk sem er líklegt til að verða heimilislaust nýtur ákveðins forgangs í kerfinu og þolinmæði varðandi umgengni og greiðslur. Svokallað gránufélagsteymi þjónustar hóp sem annars væri hætta á að væri að einhverju leyti heimilislaus með þeim afleiðingum sem það hefur meðal annars á heilsu, líðan og félagslega stöðu. Unnið er með skaðaminnkandi nálgun sem felst í að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum vímuefnaneyslu og hugmyndafræði valdeflingar. Á árinu 2016 fengu 23 einstaklingar þjónustu frá gránufélagsteyminu. Allir þjónustunotendur voru karlar. Mjög misjafnt er hversu mikla þjónustu hver og einn fær og það er jafnframt misjafnt eftir tímabilum. 10 einstaklingar með geðrænan vanda eða fíknivanda bíða eftir að koma stað í félagslegu húsnæði en það getur verið flókið að finna þeim stað svo vel sé. Þessir einstaklingar vilja ekki alltaf þiggja þjónustu sem er í boði og stundum með meðferðarheldni þeirra mjög lítil. Í hópnum eru einstaklingar sem rekast illa í nábýli við annað fólk. Þörf fyrir sér hús hefur verið viðvarandi síðastliðin ár en nú er meðal annars unnið að því að finna 2 slíkum húsum hentugan stað. Notendaráð fatlaðra tók til starfa á síðasta ári sem gerir fötluðu fólki kleift að hafa áhrif á skipulag og framkvæmd þjónustu sveitarfélagsins. Í þjónustu við fatlað fólk og í öldrunarþjónustu er unnið samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar og þjónandi leiðsagnar. Það þýðir að lögð er áhersla á að leita eftir vilja einstaklingsins og láta valdið í hans hendur. Stuðningurinn er veittur á forsendum þess sem hann fær en ekki þess sem hann veitir. Starfsfólk í velferðarþjónustu á Akureyri hefur tileinkað sér þessa hugmyndafræði, margir innan bæjarfélagsins eru með sérþekkingu á henni og Akureyri er í forystu varðandi þjónandi leiðsögn á landinu öllu. Haustið 2016 héldu búsetudeild ásamt öldrunarheimilum Akureyrar alþjóðlega ráðstefnu þjónandi leiðsögn á Akureyri.
Hún var bæði vel sótt og vel heppnuð. Aukinn áhugi allt land fyrir þeirri leið sem við höfum farið og hafa fulltrúar bæjarins kynnt og haldið fyrirlestra víða og finna greinilega fyrir miklum áhuga á þessari nálgun. Lífsgæði þeirra sem að þjónustuna nota hafa aukist til muna. Það hefur komið fram bæði hjá íbúum og aðstandendum þeirra. Starfsmenn sjá stóran mun á líðan og lífi íbúa, starfsmanna velta hefur minnkað og starfsánægja aukist. Nýverið gáfu öldrunarheimili Akureyrar og búsetusvið út upplýsingabækling þjónandi leiðsögn sem nýtist sem fræðsluefni fyrir nýja starfsmenn, auk þess að verða dreift til allra sveitarfélaga og annarra fagaðila sem þjónusta fatlað fólk. Félagsleg heimaþjónusta hefur aukist jafnt og þétt í takt við fjölgun íbúa á svæðinu og þá stefnu að sem flestir geti búið á eigin heimili í stað þess að vistast á stofnun vegna öldrunar, sjúkdóma eða fötlunar. Heimaþjónusta veitt allan sólarhringinn alla daga ársins en næturvaktin samstarfsverkefni heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Þjónustan skiptist í 2 hluta, almenna heimaþjónustu og sértæka heimaþjónustu. Hlutur sértækrar heimaþjónustu sem felur í sér persónulega aðstoð og eftirlit fer vaxandi. Á árinu 2016 fengu 616 heimili almenna félagslega heimaþjónustu sem svipað á árið undan. Aldrað fólk stærsti hópur þeirra sem þiggur þjónustuna. Þess skal þó getið að í þessum tölum reiknast aldraðir frá 65 ára aldri. Af þeim 446 heimilum aldraðra sem fengu heimaþjónustu voru íbúar 289 heimila 80 ára og eldri. Fækkun á vinnustundum sem eingöngu eru veittar í þrif en fjölgar þeim sem varið í fjölbreyttari þjónustu. Einstaklingum 65 ára og eldri hefur fjölgað verulega á undanförnum árum og gera má ráð fyrir að sú fjölgun haldi áfram. Ef horft til síðustu 10 ára fjölgunin 66 einstaklingar á ári en 78 ef horft til síðustu 5 ára. Það þess vegna mikilvægt að forvarnir og tæknilausnir verði nýttar til að halda aftur af kostnaðaraukningu samfara fjölguninni. Í upphafi árs 2016 var gert samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga vegna atvinnumála fatlaðra. Það fól í sér að sveitarfélögin reka áfram vinnustæði fyrir fatlaða og sjá þar með hæfingu, virkni, starfsþjálfun og verndaða vinnu, auk þess að útdeila styrkjum samkvæmt 27. grein laga málefni fatlaðs fólks. Verkefnið Atvinna með stuðningi eða AMS var hins vegar flutt til ríkisins eða Vinnumálastofnunar. 2 starfsmenn fjölskyldudeildar sem sinntu AMS fluttust í ársbyrjun 2016 með verkefninu til Vinnumálastofnunar. Í ársbyrjun 2000, já. Á nýju ári 2017 hafa orðið miklar breytingar á fjölskyldusviði vegna stjórnkerfisbreytinga sem gerðar voru síðastliðið haust og komið til framkvæmda áramót. Málefni félagslegra leiguíbúða fluttist til fjölskyldusviðs og nýtt húsnæðisbótakerfi tók gildi áramótin. Flutningurinn hefur verið farsæll og starfsemin að samlagast mjög vel. Gerðar voru reglur sem byggja á leiðbeinandi reglum ráðuneytis þar sem meðal annars gert ráð fyrir því að mat á félagslegum aðstæðum skipti máli við ákvörðun rétt til bótanna. Fyrrgreindar skipulagsbreytingar fólust jafnframt í því að þeirri heildstæðu ráðgjafaþjónustu sem var á fjölskyldudeild var skipt upp og sá hluti þjónustunar sem snýr að sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla var færður yfir til fræðslusviðs. Enn verið að vinna í að koma á verklagi milli þessara 2 sviða þannig að hægt verði að halda áfram góðri þjónustu en umtalsverð teymisvinna fer fram vegna fatlaðra barna og barna með hegðunarfrávik. Útgjöld til fjárhagsaðstoðar hækkuðu lítillega á milli ára. Heildarútgjöldin á síðasta ári voru 147,5 milljónir króna sem tæpum 3 milljónum meira en árið áður. Viðtakendum fjárhagsaðstoðar fækkaði hins vegar 10 og voru 359. Hlutfall þeirra sem að þiggja fjárhagsaðstoð enn undir 2% af íbúafjölda sveitarfélagsins. Á síðasta ári fækkaði einnig þeim sem þiggja langtíma aðstoð en þá fengu 11 einstaklingar fjárhagsaðstoð í hverju mánuði á móti 18 árið 2015 og 13 árið 2014. Í Skógalundi nutu 50 einstaklingar þjónustu. Starfið í Skógalundi í stöðugri þróun og stefnan til framtíðar meiri áherslu á hópastarf, jafnframt aukin áherslu á einstaklingsvinnu, útivist og hreyfingu svo eitthvað sé nefnt. Notendur Skógalundar tóku sem fyrr þátt í listahátíðinni List án
landamæra og héldu aðventu og jólamarka þar sem allur seldur varningur var unninn af notendum. Rekstur plastiðjunnar Bjargs Iðjulundar eða PBI gengur mjög vel, en megin uppistaða verkefna létt iðnaðarframleiðsla og þjónusta. Sú breyting varð á árinu að allar umsóknir vinnu á PBI fara nú í gegnum Vinnumálastofnun. Barnaverndartilkynningum sérstaklega frá lögreglu hefur fjölgað, en fjöldi fjölskyldna sem unnið hefur verið með svo sami og verið hefur síðustu 2 ár og hið sama má segja fjölda fjölskyldna þar sem íhlutun átti sér stað. Sviðið vinnur að samstarfsverkefni með lögreglunni sem nefnist meðan glugginn opinn og snýst viðbrögð við heimilisofbeldi. Margvíslega afskipti lögreglu af úlingum nú algengar en áður og lögreglu afskiptum vegna heimilisófriðar og ágreinings þar sem börn til heimilis hefur fjölgað. Í anda þeirrar stefnu að fylgjast með nýjungum í velferðarþjónustu og veita aðgengilega og trausta þjónustu unnið að ýmsum þróunar- og samvinnuverkefnum. Búsetusviðið í miklu og góðu samstarfi við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og aðra aðila sem sinna heilbrigðisþjónustu á svæðinu, með það að markmiði að samþætta þjónustuna og ná til þeirra sem þjónustunar þurfa með. Fjölskyldusvið kemur ásamt samfélagssviði og fræðslusviði af úrræði sem heitir Skólasmiðjan. Hún varðar meðal annars aðild barnaverndar og sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og ætluð einstaklingum sem ekki geta nýtt sér hefðbundinn skóla og sem leitað hefur verið allra leiða til úrbóta innan skólans með. Gott samstarf við forvarnafulltrúa í málum unglinga sem að sýna áhættuhegðun með andfélagslegu sniði og í samvinnu við Barnaverndarstofu unnið að innleiðingu á nýju verklagi við samræmt mat á einstökum barnaverndarmálum. MST eða svokölluð fjölkerfameðferð hefur verið veitt af Barnaverndarstofu í samvinnu við fjölskyldusvið. Meðferðin veitt fjölskyldum 12 til 18 ára barna sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda og fer fram á heimili fjölskyldunar. Askjan hefur það að markmiði að veita markvissa aðstoð til barnafjölskyldna inn á heimili þeirra. Að ræða ýmsa fræðslu og ráðgjöf varðar uppeldi og heimilishald. Markhópurinn foreldrar eða foreldri sem eiga í erfiðleikum með uppeldishlutverkið, ýmist vegna aðstæðna foreldranna sjálfra, erfiðleika hjá barninu eða umhverfisþátta. Þjónustan fyrst og fremst í formi heimsókna inn á heimili og mjög mikil eftirspurn hefur verið eftir henni. Þjónustu Öskjunar hefur verið í stöðugri þróun og ljóst að með henni skapast tækifæri til að sinna snemmtækri íhlutun til fjölskyldna fyrr og með markvissari hætti en áður. Á öldrunarheimilum Akureyrar 171 hjúkrunarrými og 12 dvalarheimilisrými eða samtals 183 leiðrými. Alls nýttu 511 einstaklingar hjúkrunar, dvalar og dagþjónustu ÖA, þar af 114 einstaklingar sem gestir dagþjálfunar. Að meðaltali koma 70 til 80 einstaklingar í dagþjálfun í hverri viku. Full nýting rýma var í hjúkrunar- og dvalarrýmum sem og í dagþjálfun. Öldrunarþjónustu Akureyrarbæjar, þróun staða og framtíðarhorfur voru til skoðunar í samantekt KPMG sem skilað var í janúar 2016. Vinnan hefur leitt í ljós að daggjöld og þar með tekjur ÖA hafa ekki fylgt verðlagsþróun og nú svo komið að framlög ríkisins til þjónustunar standi undir litlu öðru en launakostnaði. Frekari athugun og rekstri ÖA stendur enn yfir og vinnur KPMG ásamt stjórnendum heimilana enn að málinu. Sú athugun tekur einnig til mats á kostum og göllum rekstrarforms heimilana og áætlað að þeirri vinnu ljúki á miðju þessu ári. Rekstur ÖA kostaði 2,6 milljarða króna á árinu 2016. Tekjur ÖA í formi daggjalda frá Sjúkratryggingum Íslands eða SÍ ásamt greiðslum íbúa voru rúmlega 1,9 milljarðar króna og tekjur frá SÍ vegna húsnæðisgjalds voru 96 milljónir. Þegar litið til tekna af starfsemi hlutfall launakostnaðar 100%. Eins og undangengin ár var leitað allra leiða til sparnaðar í rekstri með miklu aðhaldi í yfirvinnu. Á árinu störfuðu hjá ÖA 487 einstaklingar í 222 ársverkum. 458 konur eða 94% og 29 karlar sem gera 6%. Í október síðastliðnum náðist sá áfangi að rammasamningur þjónustu hjúkrunarheimila var undirritaður.
Hluti samningsins fól í sér að bætt var í heildarfjármögnun hjúkrunarheimila á landinu, lífeyrisskuldbindingum aflétt og þær yfirteknar af ríkinu. Frá og með 1. janúar 2017 tók síðan gildi 3. útgáfa kröfulýsingar fyrir hjúkrunar- og dvalarheimili sem velferðarráðuneyti gefur út. Í samræmi við spár og áætlanir til lengri tíma sem gera ráð fyrir því að 85% þeirra sem eru 80 ára og eldri muni geta búið heima er lögð áhersla á forvarnir og heilsueflingu, aðstoð heima og stuðningsúrræði eins og dagþjálfun og tímabundnar hvíldarinnlagnir. Við verðum að ná hagræðingu gegnum samþættingu og samvinnu í skipulagi og framkvæmd þjónustu við eldra fólk. Forsenda árangurs í frekari hagræðingu er áframhaldandi hagnýting og áhersla á velferðartækni í allri þróun þjónustunar sem þarf að veita sér næst einstaklingnum. Það er líka mikilvægt að starfsfólk heimaþjónustu fái fræðslu einkenni heilabilunar og samskipti við fólk með heilabilunar sjúkdóma sem gæti bæði flýtt greiningu og bætt þjónustuna. Innan ÖA fer gríðarlega mikið og gott þróunarstarf fram og eiga starfsmenn heiðurskilin fyrir elju, framsýni og ekki síður útsjónasemi þegar kemur að því að sækja fjármagn til mikilvægra þróunarverkefna. Á sviði umbóta og skipulags voru efst á baugi verkefnan innan dagþjálfunar en sameinuð dagþjálfun hóf starfsemi í Hlíð í byrjun árs 2016 og því verið helgað mótun starfseminnar á nýjum stað, þar sem leitast var við að festa í sessi og þróa nýtt vinnulag. Sem dæmi þá áherslubreytingu er þróun starfseminnar úr þjónustu í þjálfun. Önnur verkefni á sviði skipulags og umbóta voru aukin upplýsingamiðlun með útgáfu hrafnsins, fréttabréfs ÖA, endurmat á umsóknarblaði og upplýsingum sem aflað er við ákvörðun úthlutun rýma í dagþjálfun og stöðug þróun og endurútgáfu á leiðbeiningum og fyrirmælum í gæðahandbók ÖA. Áhersla á þróunarverkefni á sviði velferðar og tækni hefur haldið áfram. Lagt var í nýtt samstarfsverkefni með lyfjaveri Alfa, rafræna lyfjaumsýslu sem nú er keyrð á öllum heimilum ÖA. Alfa-verkefnið er áætlað til næstu 2 ára og einstök verkefni á sviði rafrænnar skráningar eru eftirritunarskyld lyf, rafræn lyfjakort og forprófanir og innleiðing þessara verkþátta. Í þessum verkefnum hefur ÖA verið leiðandi samstarfsaðili og eru núna fleiri og fleiri hjúkrunarheimili og sjúkrahús að taka í notkun þennan búnað. Áfram var unnið með innkaupakerfi Timjan varðandi samantekt og miðlun upplýsinga á kerfinu. Þá var einnig lokið við forprófanir með pantanir, rekstrar og hjúkrunarvöru í gegnum kerfið, en miðað var við að allar pantanir eru gerðar í kerfinu frá ársbyrjun 2017. Mikil vinna hefur farið í að þróa og endurbæta rafræn samskipti og uppgjöri gegnum gagnagátt Sjúkratrygginga Íslands eftir að Sjúkratryggingar tóku við hlutverki Tryggingastofnunar ríkisins. Augljóst hagræði er af slíkum rafrænum samskiptum en allt árið hefur einkennst af miklum seinkunum og villum og leiðréttingum í hugbúnaðinum sem orsakaði meðal annars að greiðslur og lokauppgjör drógust of. ÖA ásamt 2 öðrum heimilum hefur verið samstarfsaðili Sjúkratrygginga vegna þessarar þróunar. Gerður var samstarfssamningur við Oddfellóregluna á Akureyri breytingar 2 raðhúsaíbúða í sjúkraíbúðir eða sjúkrahótel. Vinna við endurbætur íbúðanna hófst í byrjun september og gera áætlanir ráð fyrir að þær verið teknar í notkun í næsta mánuði. Og þriðjudag, sagði Halldór. Connect, sem er norrænt verkefni á sviði velferðartækni, lýkur á þessu ári með útgáfu handbókar og málþings sem verður á Akureyri 27. maí næstkomandi. Þar er markhópurinn sveitarstjórnarmenn og stjórnendur sveitarfélaga, enda hafa úttektir unnar á hinum Norðurlöndunum sýnt fram á að notkun velferðartækni skila sér í fjárhagslegum ávinningi, minna álagi á velferðarþjónustuna og auknum lífsgæðum íbúa eða notenda. Á síðasta ári voru unnin nemendaverkefni Alfa-kerfið og Timjan-kerfið, auk úttektar á áhrifum útivistar og ylgarða og lífsgæði íbúa á hjúkrunarheimilum. Einnig var unnið að samstarfsverkefnum og rannsóknarverkefnum með háskólastiginu, hvoru 2 nemendaverkefnum og sjálfstæðum rannsóknarverkefnum. ÖA fékk á árinu 3 milljóna króna styrk úr framkvæmdasjóði aldrara til að þróa og framkvæma ný þjónustuúrræði á sviði samfélagshjúkrunar, tímabundinna dvala og dagþjálfunar. Það verkefni er nú í fullum gangi og eru vísbendingar að sú aðferð og framkvæmd muni gefa tóninn fyrir breyttar áherslur í þjónustu við eldra fólk.
Þá fékk ÖA 250.000 kr. Styrk úr Samfélagssjóði Landsbanka Íslands til að þýða og gefa út efni heilabilun. ÖA hefur verið í miklu samstarfi við Alzheimer-samtökin. Ávöxtur af því samstarfi hefur nýverið komið fram með málþingum sem haldin eru víða land, en eitt þeirra var hér á Akureyri 7. apríl síðastliðinn. Aldursvænar borgir og bæir og Alzheimer-vænt samfélag í dag leiðandi stef í stefnumótun og framkvæmd velferðarþjónustu í norrænu samhengi og víðar í heiminum. Það ljóst að fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við fjölskyldur þeirra sem glíma við Alzheimer vaxandi verkefni sem velferðarþjónusta Akureyrarbæjar þarf að styðja og sinna enn frekar. Ég hef stiklað á stóru í málum varða velferðaráð, en yfirferðin engan veginn tæmandi í þessum stóra málaflokki. Verkefnin eru mörg, þjónustuþegarnir hafa mismunandi þarfir og starfsmannahópurinn fjölbreyttur með ólíkan faglegan bakgrunn. Okkur finnst við starfa á góðum grunni Akureyrarmódelsins og viljum efla samstarf, samtal og samþættingu innan velferðarþjónustunnar. Við viljum leggja áherslu á að veita þjónustuna nær íbúum og þó svo okkur finnist margt ganga vel, eru verkefnin ærin og nægt svigrúm til betrumbóta. Sem fyrr segir velferðarstefnan ekki fullunnin, en í henni leggjum við meðal annars áherslu á faglega og góða þjónustu. Við leggjum áherslu á samþættingu í þjónustu og þjónustukerfum sem við ætlum að koma á með skipulögðu samstarfi og teymisvinnu. Áframhaldandi velferðartækni sem felst í aukinni nýtingu hjálpartækja, fræðslu og tæknilegum úrræðum sem styðja við sjálfstætt líf og vinna gegn einmanaleika og lokum aukna upplýsingagjöf og fræðslu með nútímalegum aðferðum. Að síðustu langar mig að segja að það okkar hlutverk að veita velferðarþjónustu í samræmi við þau lög og reglugerðir sem hana gilda. Við getum ekkert leyft okkur að dvelja í tilvistarkreppu varðandi það til dæmis hvort að við ætlum að sinna öldrunarþjónustu eða ekki. Ég trúi því að þessi þjónusta eigi hvergi betur heima en hjá sveitarfélaginu. Það mikilvægt að við höldum áfram að skapa hér samfélag sem veitir úrvals velferðarþjónustu. Ég held að aðrir séu ekki betur til þess fallnir en við. Jöfnuður í samfélaginu mikilvægur og við þurfum að tryggja tækifæri allra til húsnæðis, til framfærslu, heilbrigðis og félagsþjónustu óháð efnahag. Það hins vegar krefjandi, svo ekki sé fastar á orði kveðið, að halda út í lögbundinni þjónustu þegar fjárframlög halda ekki í við hækkun launakostnaðar og á því verður að finnast lausn. Við verðum að sækja þá peninga sem þarf til að hægt sé að veita lögbundna þjónustu. Ég með lítið app í símanum mínum sem að sækir fyrir mig alls konar hugleiðslur. Og í morgun þá fjallaði hugleiðslan það að róa og slá á kvíða. Og á hverjum degi að aflokinni hugleiðslu þá óskar síminn mér til hamingju með að hafa lokið hugleiðslunni og segist hlakka til að sjá mig aftur á morgun. Að allra síðustu þá birtir síminn lífsspeki einhvers snillings og lífsspeki dagsins í dag komin frá Papaichi. Ég þekki ekki neitt. En mér fannst hún ágætt þegar ég las hana og ég ákvað að koma með hana hingað. Ef þú hagar þér eins og lamb á leið til slátrunar, þá þýðir ekkert að kenna fjárhirðinum það. Ljónum verður ekki smalað. Vaknaðu og öskraðu eins og ljón. Takk fyrir. Erla Björg Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu, formaður velferðarráðs. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég trúi að fleiri til að koma að biðja orðið. Ég þakka formanni fyrir yfirferðina. Ég hef sagt áður og segi aftur, ég saknaði svolítið að stefnuræður snúist stefnur en ekki upptalningar af því sem verið að gera og búið að gera.
Nema það kom nú reyndar hérna svolítið pólitísk lína í restina. Og ég ætla nú bara að spyrja meirihlutann að því hér og nú. Þá ég bara búinn að vera í einhverju þoku í bæjarstjórn undanfarin misseri. Það stefna Akureyrarbæjar og vilji að halda öldrunarþjónustunni eins og hún í dag? Okkur gengur ekkert að fá fjármagn. Hér kemur formaður upp og segir hún samfélagið það, við erum að halda þessu, þið verður að halda hún á reynin á pinningana, okkur gengur ekki. Og ég segi það bara núna, að það hættulegt að halda því fram að við séum einhver heimsmeistari í því að veita þjónustu. Að við getum gert það betur en einhver aðrir. Þetta var nefnilega það sem var svolítið að þvælast fyrir okkur varðandi heilsugæsluna. Leið og við sleppum heilsugæslunni, hvað gerðist? Það opnaðist einhver týndur peningaskápur og flæddu bara inn peningar í heilsugæslunni og fullt af læknum. Ég er bara mjög hissa á þessu ummælum að við höfum að gera þetta og mér finnst bara formanni hefði maður verið skoðun, það getur vel verið, en ég er svo hjartalega ósammála og ég spyr bara meirihlutann, þetta það sem þið að vinna? Þá bara krefst ég þess að þið segja okkur það og þá fyrir við bara að vinna okkur öðru. Mér langar að spyrja formanna því samninga við nágrannasveitarfélögin og öldrunarþjónustu. Hvað eru nágrannasveitarfélögin að þiggja hjá okkur í öldrunarþjónustunni og hvernig þeir samninga byggður upp? Það bara eitthvað fast verð miðað við dvalarrými eða eru þeir líka að taka þátt í þeim aukakostnaði sem felst í því að sinna öldrunarþjónustunni? Eru þið með 1 eða 2 pláss eða eru þið kannski ekki með neitt pláss, kannski eru þið ekki með neitt? Mér langar að spyrja líka, ég hef heyrt spurningar líka varðandi Kristnes, eru við að taka yfir einhvers konar þjónustu þegar Kristnes lokar og eru við að bera eitthvað kostnað af því? Ég hef heyrt að því að þegar var loka út af Kristnesi, Kristnes fyrir sumarleyfi, þá séu ákveðnir einstaklingar færðir yfir til okkar. Það rétt? Vonandi það rangt. Og með athuganir KPMG, hver áætlaður kostnaður við þessar athuganir og úttektir? Hvað að komin í og hver hann að skila okkur? Og hver samþykkti þær fjárhæðir sem búið að vera að setja inn í athuganir KPMG? Var þetta úttektir á öldrunarþjónustunni? Leggst það bara ofan á og hver tilgangurinn með því? Ég veit að ríkið ekki að fara að borga þann reikning. Annars ég bara í góðu skapi og takk fyrir góða yfirferð. Það gott að bæjarstjóri Preben Jón Pétursson í góðu skapi. Orðið laust. Það engin, hvað segir hljóðs? Ætli beða Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórnfundur sem gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka formanni Velferðarráðs, Erlu Björg, fyrir hennar yfirferð og hennar tölu yfir þetta. Bæjarfulltrúi Preben Jón spyr hvort að meiri hluti sé á þessari skoðun. Ég held að meiri hluti sé nú, ég er forseti bæjarstjórnar, ég er oddviti L-listans og er einn af þessum sem er í bæjarráði. Þannig að kalla hún þar sko. Og varðandi í öldrunarheimilið, þá viljum við virkilega standa vel að þessu. Við viljum að þarna sé frábær þjónusta. En við höfum líka sagt það að það er óábyrgt að reka þetta bara áfram og dæla inn í þetta peninga nema ríki komi með eitthvað meira heldur en að koma með þetta. Og við höfum ekki útilokað eitt né neitt, allavega ekki ég prívat og persónulega, varðandi það. Annað en það
að þetta þarf að finnast laust. Við höfum ekki viljað ana að neinu vegna þess að sko, það kom jú í ljós, það var bara þannig þegar að var talað við háttvirtan heilbrigðismálaráðherra sem var þá. Hann sagði bara að eins og staðan væri, þá væri ekki hægt að reka heilsugæslunni hérna á Akureyri í því formi sem hún væri þegar hún var hjá okkur. Það væri bara einfaldlega ekki til peningar, en þegar þetta var sammennað inn í þessi svona stærri einingu, þá var þetta að fá meiri peninga. Kannski er þetta bara einhver svona leikur, ég veit það ekki, en ég hef heyrt að þjónustan hefur batnað til munar og það er vel. Varðandi öldrunarmálin, þá erum við að skoða þetta. Ég get ekki svara hér og nú nákvæmlega hver talan hvað hún stendur í. En þetta er bæði komið fyrir bæjarráð minnir, þessi úttekt, og við viljum bara vanda okkur. Við vitum það alveg að við skilum þess ekkert bara með því að taka einhver ákvörðun í dag og segja, herru, nú erum við bara hætt. Það er bara ekki þannig. Það er meira að segja spurning lagalega hvort við getum það. Og það er margar spurningar sem er búið að taka hérna í bæjarstjórn og í umræðinu hér. Þú veist, getum við þetta, hvað þýðir þetta? Mér finnst það rosalega óábyrgt og ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef talað örugglega óábyrgt í þessu máli vegna þess að mér finnst alveg svakalega erfitt að ríki getur bara, þú veist, sett hendur fyrir eyrun eða hvernig sem það er og humma þetta bara fram að sér sko. Og ár eftir ár er þetta svona. Við erum núna bara í einhverju samningalótu við og ennþá og vonandi, þú veist, lendum við á fótónum í þessu máli, en ég vill áður en að það sé komið langt inn á þetta ár, það liggi fyrir hvað við ætlum að gera í þessu til framtíðar. En eins og staðan er í dag, þá liggur ekki fyrir neina yfirlýsing sem ég veit að þessu skuli ljúka 1. janúar 2019 eða eitthvað. Það er 3 ára samningur sem að, já, ég var gerður eða var allavega settur á borðið og þar inni eru lífeyrissjóðsskuldbinding og fleira sem að flyst yfir til ríkisins. Og við erum bara að vonast til þess að komast að ábyrgri og yfirvegaðri niðurstöðu í þessu máli. Og ég veit að, þú veist, það er upp á öldrunarheimilunum og á Akureyri, eins og í allri okkar þjónustu, mjög mikið af vönduðu fólki sem er að reyna að gera sitt besta. Svo er bara spurning hvað við megum og hvað við getum, sko. Vegna þess að við getum ekki, það er óábyrgt að við setjum með einhverju rekstri fleiri 100 milljónir ef við eigum ekki að gera það. Og kannski er deilan alltaf um það. En þetta er greinilega mjög áhugaverð ræða, það er allir, herðu, ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka formann velferðarráðs fyrir bara nokkuð ítarlega greinargerð starfið og það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Preben bendir á að ekki í dag frekar en aðra daga er raunverulega farið í stefnu. En það er af því að það eru spurningar sem við getum spurt okkur sem er sko, hér er verið að lýsa stöðunni en það sem að stefnu ræðanu þetta á að kannski ætti að snúast eða væri skemmtilegt ef hún snerist væri, þú veist, og hvað finnst okkur það? Hvað finnst meirihlutanum að það séu svona margir á biðlista eftir félagslegu húsnæði eða þið skiljið hvað ég á við. En ég ætla ekki að nöldra meiri við þessu, ég ger það bara í næstu stefnuræðu væntanlega. Hvað varðar öldrunarheimili sem er að ég held bara mest spennandi hlutin í þessu að því að þarna eru viðræðar ákveðnar hugmyndir og við erum búin að tala um þessi öldrunarmál mjög lengi í bæjarráði og bæjarstjórn. En við höfum aldrei tekið í raun og veru þessa pólitísku umræðu sem er hvað viljum við gera
Og ég bara ósammála því að segja eitthvað óábyrgt að taka þá umræðu. Að það sé eitthvað óábyrgt að segja, já við, sko vegna þess að ef að ríkið ákveður að standardinn sem á þjónustunni sem að ríkið ætlar að greiða fyrir sé að einhverju ákveðnu stigi, skulum við segja, þá getum við alveg ákveðið að segja nei, við ætlum að hafa betri þjónustu og borga mismuninn. Og það pólitíska umræðan sem að ég búin að bíða spennt eftir og bara held ég loksins komin, þannig að ég þakka fyrir það. Ég jákvæð fyrir því að segja við ætlum að þjónusta aldraða íbúa Akureyrar vel. Ég veit alveg af þessum samræðum og þessum má segja slag við ríkið en ég sé ekki hvernig það að við myndum segja, já við ætlum bara að hafa góða þjónustu hvernig það eyðileggur fyrir. Það ekki eins og við séum að reka öldrunarheimili Akureyrar þessi eini reksturinn sem að snýra að þessum samningaviðræðum. Þetta eru öll öldrunarheimili landsins. Þannig að þó við ákveðum að gera hlutina á einhvern hátt, þá held ég jafnvel að þá erum við líka að tala fyrir hönd held í okkar íbúa og það það sem að líka ég tek aðeins undir með formann velferðarráðs að sko þetta með að við séum betri til þess fallin en einhverjir aðrir að reka þjónustu, held ég nefnilega já að vissu leyti að við erum mjög nálægt fólkinu sem að þiggja þjónustuna og við erum pólitískt ábyrg og það sem svo gott þegar hið opinbera að reka þjónustu þá erum við pólitískt ábyrg fyrir þessari þjónustu ef henni væri útvistað, ef þetta væri eitthvað einkafyrirtæki, það bara þannig að stjórn og stjórnendur í einkafyrirtækjum þeir taka í raunveru ekki eins pólitíska, þeir eru bara ekki aðgengilegir, það bara hægt að skamma okkur meira og þess vegna líka það gott að við sjáum nærþjónustuna en þá það líka okkar að krefjast einmitt að vera kannski ekki eins og lömb á leið til slátrunar þar sem að ríki ömurlegt við okkur og ég meina þú veist tek alveg undir það, mér finnst þetta bara skammarlegt og það að daggjöldin valla standi undir einhverju lágmarksþjónustu þetta bara ömurlegt og skandall og bara helvítis ríkisstjórnin en við getum samt ákveðið að standa með því sem okkur finnst að þetta á að vera betri þjónusta þó við höfum ekki völdin yfir því þá höfum við samt sem stjórnvald og sem fulltrúar okkar íbúa þá höfum við eitthvað slagkraft og við getum gert einhverja pressu þannig að mér ég hlakka til að heyra hvað öðrum finnst og sérstaklega auðvitað meirihlutanum og enn aftur ég tel ekkert óábyrgt en ég skil alveg auðvitað það ekkert víst að meirihluti sé samstilltur í þessu máli, ég veit ekkert það og það þarf ekkert að vera meirihluti, það allt í lagi þið fallið ekkert þó þessi ekki samstillt í þessu máli en ég meina það samt fínt að hafa afstöðu og þannig ég held að það gott að taka þessa umræðu en ekki að því að aðri málaflokkar í því sem fjalla var sé eitthvað óspennandi í sjálfu sér eins og ég segi þetta bara ágætis yfirferð það fleiri spurningum ósvarað en svarað eftir að hlusta á þetta og ég ætla svo sem ekki að rekja það væri einhvern veginn of langt mál en þarna kom hlutur sem mér finnst að við ættum bara að grípa núna og tala Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil þakka formanni velferðarráðs fyrir greinagóða og ágæta yfirferð yfir málaflokkinn. Ég var nú að viðurkenna sem varabæjarfulltrúi þá þekkti ég nú ekki allt sem var rætt í skýrslunni en mér langar samt aðeins að taka þráðinn upp áfram með fjölgun á eldri borgurum. Það að segja og þetta nú kannski framhald af umræðum sem var áðan um börnin á leikskólaaldri að því að þetta að snúast við að þessi klassíski aldurspíramídi að verða líta minn út eins og
píramidi heldur og meira jafndreiðari. Þetta náttúrulega gerist á nokkuð löngu tímabili og þegar hafið og þannig að þetta eitthvað sem við erum ekki að fara að glíma við kannski stórum hætti á þessu ári, en þetta samt hafið og þetta mun gerast á landsvísu og það þannig að fólk leitar yfirleitt í þjónustu, velferðarþjónustu á þessu stærri stöðum þegar það þarf á hana að halda. Og við, Akureyri einn af þessum stöðum sem þokkalega stór og við getum búist við því að fleiri flytji til staðarins til þess að nálgast þessa þjónustu og þá eldra fólk. Og eiginlega, spurningin hvort að formaðurinn viti hvort að sé einhver svona stefnumótun, bara þá að tala á landsvísu með ríkinu og sveitarfélögunum, og ef ekki, hvort að það væri þá ekki spurning bara að koma slíkri vinnu í gang. Af því að þetta snýst svakalega mikið oft hjá okkur og eins og ríkinu bara næstu 4 árs áætlun, og reyndar ríki komið með 5 ára áætlanir eins og voru frægar hérna fyrir einhverju, að þetta er bara mjög stórt mál og við þurfum að taka tillit til þessara atriða, bæði varðandi skipulag og í bænum, varðandi hvar fólk upp á búsetukosti og slíkt. Og ég sá hérna í skýrslunni að það reyndar rætt og sem mjög jákvætt, að það er rætt að fólk stemmt að því að hjálpa fólki að geta búið sem lengst í sínu eigin húsnæði, og til þess þarf fólk stuðning, og sérstaklega í talgjöfum eins og var nefnt hérna, það var nefnt 80 ára, að 85% þeirra sem eru 80 ára eldri geti búið heima með því að efla forvarnir og heilsueflingu. Og þetta er bara mjög áræðandi, en þetta er eitthvað sem verður ekki gert í skyndi og ekki með því bara allt í einu að hlaupa og biðja fólk að koma í leikfimi. Þetta er eitthvað sem gerist á lengri tíma. Síðan vil ég aðeins, á öðrum staði rætt tölur og þá vera vitni í 65 ára aldur. Og ég veit ekki hvort þetta sé einhver tala, þessi 65 ára, hvort þetta sé skilgreining einhverstaðar úr einhverjum kerfinu. Mér finnst það reynda bara frekar ungt, þegar nú erum við frekar að stefna að fólk sé lengur á vinnumarkaði. Þetta veldur það allt á heilsu fólks, hvort það getur verið lengur á vinnumarkaði. Og að með fjölgun á fólki í þessum efri árgangum, þá óhvæmlega, og það gerist bara í Evrópu og hér, að þá mun fólk þurfa að vinna lengur og vilja margir vinna lengur og hafa ekki fengið. En þetta er atriði sem ég held að spurning að ég sé að það er verið að vinna stefnumótun, þó að það hafi dregist, að hvort það sé að nýta svona stefnumótun til langs tíma. Við erum oft hér í bæjarfélaginu að koma stefnumótanir sem við gerum ekki nógu mikið með heldur. Ég ætla ekki að dæma þessa stefnumótun, en það hef ég ekki séð hana og veit ekki hvernig vinnan hefur farið fram. Varðandi þetta með hvort að öldrunarmálin eigi að vera hjá okkur eða annars staðar, þá tel ég að það er heppilegra öldrunarþjónusta sé á hendi sveitarfélaganna, sé í nærþjónustunni, að nærþjónustan sé hjá okkur. Það er alveg burtséð af því hvort að við sem að fá greitt fyrir hana, hvort að við eigum að fá meira greitt eða hvort að ríkið sé að fara illa með okkur. Þá tel ég það er heppilegra að þessi þjónusta sé hjá sveitarfélag. Það er þá bara verkefnið að reyna að jafna okkar hlut og sveitarfélagann í því dæmi. Og þegar svona stóri málaflokkar eru hjá sveitarfélagunum og við sjáum kannski fram á að þetta verði á stóru sveitarfélagunum, mikið af þessari þjónustu verði hjá okkur og höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Hafnarfirði og þessu Kópavogi, stærri stöðum, þá er alltaf spurningin hvernig er þessu samningum háttað við minni sveitarfélagin og samstarf við önnur sveitarfélag, þó þau vilji kannski ekki sameinast okkur. Erum við að föst í einhverju svona kerfi sem verður til þess að við erum að berjast þessar fáu krónur sem til skiptana, þannig að þessi stærri sveitarfélag líði fyrir það.
að vera að bjóða upp á góða þjónustu. Fólk sé að koma til okkar. En það er kannski önnur umræða. Já, þetta sé svona það sem ég var allavega með. Takk fyrir. Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja á því að þakka Erlu Björg fyrir hennar, formanni velferðarráðs, fyrir hennar yfirferð. Það er nú svo að hér er greinargerð að ræða, rétt kannski hjá Sólu að hún talaði hér að það var ekki stefnuræða sem slík. Það náttúrulega, jú, að vissuleyti stefnuræða en mestuleyti greinargerð. En hins vegar hefur það nú verið svoleiðis og bæjarfulltrúi Sólu kom inn á það að það var ekki frekar en venja, eða minnst eitthvað að það var eins og fyrir daginn að þetta væri bara greinargerð en ekki stefnuræður. En ég minnist þess nú að fulltrúar minnihluta hafa nú upp á síðkasti verið að þakka formönnum fyrir að vera með svona frekar stefnuræður heldur bara yfirferð á því sem liðið væri, þannig að þetta er svona aðeins pínu svona kannski ekki alveg, ekki samkvæmt sjálfur sér í því en það er nú alveg vel að. Það er náttúrulega þannig að öldrunarmáli taka drjúga hluta af okkar umræðu og það að formaður velferðarráðs lýsi því yfir sinni skoðun persónulegri að málefnin eigi heima hjá sveitarfélaginu. Það er skoðun mín í dag og það var kannski ekki skoðun mín í gær og það verður kannski ekki skoðun mín á morgun. Við erum bara í pínlítið dilemmu með þetta. Þetta er í rauninni mjög stórt verkefni. Við erum með samning til ársins 2018 eða ársloka 2018. Við þurfum að taka fyrir á þeim tíma ákvörðun það hvað við viljum gera. Það er ljóst að þetta er rekið með töluverðum undirbalans og það helgast til að því að það mun koma fram í greinargerð sem að KPMG er að vinna ásamt starfsmönnum öldrunarheimilanna og starfsmönnum fjársýslusviðs hér hjá okkur. Þetta er ekki bara að vinna KPMG en bæjarstjóri væntanlega liggur nú á upplýsingum hverju kostnaðurinn er komin en hins vegar var nú gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun hjá okkur. En það er verið að vinna þessa úttekt og hún er náttúrulega svona kannski styður svolítið við þá úttekt sem að við létum KPMG gera á síðasta ári það að vandamál öldrunarheimilanna liggja fyrst og fremst í því að laun hafa hækkað verulega umfram daggjöld. Og það er þegar launin eru náttúrulega stærsti kostnaðarliðurinn og daggjöld hafa kannski frá árinu 2011 hækkað 40%, innan við 40%, á sama tíma og laun hafa hækkað 70%, þá sér hver heilvita maður að þetta gengur ekki upp með þessum hætti. Og þess vegna þurfum við að knýja á leiðréttingu daggjalda ef við viljum halda þessu áfram hjá okkur. En svo kemur líka því sem bæjarfulltrúi Sólveig kom inn á, pólitíska spurningi hvað við viljum gera og hvernig þjónustu við viljum veita, hvort við viljum veita hana. Og mér segir svo hugur að þetta gæti bara orðið eitt af stóru kosningamálunum 2018. En þetta er stórt mál fyrir okkur, en það er ákvörðun að taka, þetta hlýtur að koma fram hjá okkur, við þurfum að taka ákvörðun fyrir árslok 2018, hvað menn vilja gera, og það hlýtur að vera eitthvað sem að menn þurfa þá bara að velta fyrir sér. Er sveitarfélagið tilbúið að leggja með þessu meira heldur en við eigum að gera, eða viljum við bara losna við þetta og láta annað gera fyrir okkur? Það er sorglegt sem bæjarfulltrúi Preben kom inn á, það er sorglegt að þegar að ríkið eins og gerðist með heilsugæsluna, þegar að ríkið tók yfir reksturinn og við vorum búin að vera að vandræðast með þetta í nokkuð mörg ár, að þá allt í einu hrundu peningar út úr peningarstofnunum sem þau fundu. Það er mjög dapurt ef slíkt þarf til þess í rauninni að við fáum fjármagn til að reka þetta. En það er líka annað sem að við náttúrulega verður að segjast að starfsemi öldrunarheimila er til mikilla fyrirmyndar og við erum að reka mjög öflugt og gott starf þar. Það hefur að vísu og það er alveg hægt að rekja það að mestu leyti starfar þetta misvægi milli daggjald og launa. Vissulega hefur það hefur fjölgað eitthvað í starfsmannahópnum, við hefum séð það í skýrslum sem hafa komið frá KPMG, kom þetta 2016, en þetta er misvægi launa og daggjalda. Og við þá þurfum að annaðhvort að bregðast við því, og hvað gerum við þá? Jú, við getum lækkað launakostnað, og hvernig gerum við það? Jú, með því að draga úr þjónustu.
eða við getum reynt að fá leiðréttingar sem verður kannski erfitt að fá leiðréttingar á daggjöldum frá ríkinu, eða bara sætt okkur við ætlum að borga með þessu. Þetta eru spurningar, valið spurningar sem við verðum að velta upp. Og ég reiknaði með, og ég held að sé stemt að því að þessi svona nánari greinagerning og það sem að KPMG og starfsmenn okkar bæjarins eru að vinna núna, það er að finna á samanburð milli sambærilegra stofnana. Hvað eru við að gera og hvað eru aðrir að gera? Er þetta til eitthvað sem heitir epli og epli? Er þetta til epli og appelsínu eða er þetta bara epli og sítróna? Þetta er svo erfitt í rauninni að henda reiður á þetta og það er kannski það sem ég held að sé eitthvað sem við erum að horfast í augu við og þá bara standa frammi fyrir þeirri spurningu hvaða þjónustu við viljum veita þessum eldri borgurum okkar sem eru komnir inn á hjúkrunarheimili. Þetta er þjónusta ríkisins, við höfum margoft sagt það og við erum pirruð á því hversu mikið við erum að leggja með þessu og við teljum að ríkið að greiða þetta. Við fengum viðbót árinu 2016, ég óttast við miður og meðan við fjármála áætlun ríkisstjórnar þá er ekkert sýnt að það sé að bæta í daggjöld. Þannig að það er 5 ára áætlun. Þannig ég sé ekki að það sé að koma neinn peningar inn í þetta. Þannig að kannski verður þetta stóra kosningamáli hjá okkur árið 2018, hvað við ætlum að gera í þessu efnum og hvernig við viljum standa að þessu eftir árið 1. janúar 2019. En við megum heldur ekki gleyma því að velferðarmálin eru meira heldur en bara öldrunarheimili þó að þau takist stærstan tíma í okkar vinnu vegna þess að þetta eru stórar upphæðir en það er mikið annað þarna sem við höfum verið að gera og þá kem ég aftur að því að það var á sínum tíma horft til Akureyrar sérstaklega vegna þess að við tökum málefni fatlaðs fólks á undan öðrum. Það var horft til okkar hvernig við varum að gera þetta og við vorum að veita mjög framúrskarandi þjónustu og erum að gera það enn í dag. En þá komum við líka að því sem ég held að við eigum að gera og það er næsta skref þegar við erum kannski búin að kasta eða búin að fá, ekki kasta heldur, við erum búin að fá upplýsingar okkar öldrunarheimili, þá vil ég, og ég lagði áherslu á það og með þess að ræddi það hér held ég við fjárhagsáætlun síðasta árs að það væri mikilvægt að við myndum taka upp og rýna málefni fatlaðs fólks og samskipti við ríkið þar erum við alveg að fá allt sem að okkur ber þar líka. Það er eitthvað sem við höfum svo sem og ég tel að við séum að gera það en það er kannski að rýna það líka og passa það að það nefndi ekkert þarna á milli vegna þess að þetta eru stóri fjármunir sem koma frá ríkinu í gegnum jöfnunarsjóð til greiðslu á þessum kostnaði okkar og það er mikilvægt að við séum alltaf vakandi fyrir því að við séum að fá rétta fjárhæðir. Ég treysti bara ekkert vísu, ég treysti vel okkar góða starfsfólki að vera vakandi og sofandi yfir þessu en það er ekkert að því að láta skoða það og velta fyrir sér erum við alveg pottþétt að fá það sem okkur ber frá ríkinu varðandi rekstur annarra velferðarþjónustu heldur en öldrunarmála. Annað sem að menn hafa líka sem hefur komið fram og það hefur komið fram hér í fjölmiðlum varðandi húsnæðisáætlanir sem við létum gera þá ætluðum við að fara að byggja fullt af húsnæði í félagslega kerfinu. Það er kannski ekki alveg það sem að menn voru ekki með þetta fjárhagsáætlun en hins vegar við vorum að gera húsnæðisáætlun til þess í raun að vinna undir stofnstyrkja áætlun vegna almennar leiguíbúða. Við erum búin að funda með bæjarstjórn eða bæjarráð hefur fundað með núna aðilum varðandi þetta og bæði Búfesta og ASÍ varðandi almennar leiguíbúðir og það er eitthvað sem að mér finnst að við þurfum að skoða alvarlega hérna og það er hluti af þessu pakka okkar líka. Það er að koma þeim málum áfram og gera tekjulágum Akureyringum og íbúum okkar tækifæri á að komast inn í almenna leiguíbúðir á viðráðanlegu verði. Það er eitt af stóru málunum og það gæti hugsanlega nýst okkur að hluti af þessum íbúðum gæti hugsanlega farið inn í félagslega íbúðakerfið. Þannig að ég held að við séum hérna og við erum að vinna í þessum þó að það hafi ekki komið fram í máli formanns velferðarráðs, þá erum við búin að vera að ræða þetta í bæjarráði við þessa aðila og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að stefna að við þurfum að í raun og þetta spila svolítið saman. En ég held aftur á móti að við verðum áfram, ég held að við verðum áfram út þetta kjörtímabil að ræða öldrunarmálin. Það er engin skyndilausn á því, það er engin að koma með peninga á himnum ofan. Við erum með samning til ársins 2018
menn eru að reyna að reka þetta eins hagkvæmt eins og þau geta á meðan við tökum ekki ákvarðanum einhvern stórfelldan niðurskurð og meðan við ætlum ekki að ráðast á það þjónustustig sem við erum með frá, þá kannski máli bara akkúrat eins og það í dag, að við stöndum frammi fyrir þetta kostar okkur peninga, en þegar það kemur á pólitísku ákvarðanum hvað menn vilja taka og gera, þá verða þær annarkvort sársauka miklar eða að verða alltaf sársauka miklar fyrir hvert sem við skerum niður eða hvort við þurfum að þá að borga þetta sjálf. Þetta snýst bara það að mínu mati. Ég hef ekki trú á því að við séum því miður. Ég bara að fara að trúa því að ríkið ekkert að fara að gefa okkur peninga í þessu máli. Það bara fjármálaáætlun gerir ekkert ráð fyrir því, en við munum samt auðvitað, og þetta kannski verst að þetta tekið upp, auðvitað munum við ekkert gefast upp í þeirri baráttu, alveg sem kom fram í formanni velferðarráðs. Við höldum áfram að berja á ríkinu. Ég bendi bæjarfulltrúum á að þetta í beinni útsendingu líka. Nei. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi, nei, það er Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri fyrirgefið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst að þakka fyrir umræðuna sem hér hefur farið fram varðandi þessi mál. Eins og gefur að skilja að hérna á bæjarfulltrúa þekkja vel, að þá er það alveg gríðarlega viðfumur málaflokkur og það er erfitt að taka umræðan hvort sem það er stöðuskýrsla eða stefnuræða á einum svona bæjarstjórnarfundi, og ég held að menn ætti að velta því fyrir sér að jafnvel að taka þetta á tveimur fundum til þess að fá svona geta dreift umræðan aðeins meira, því að þetta kannski fer að snúast einn málaflokk af þremur eða jafnvel fleirum sem eru undir velferðarráði. Þannig að umræðan eða samsetningin eða framsetningin á málinu, hún getur orðið svolítið svona yfirgrip en ekki það að menn fari mjög djúpt ofan í hana, því miður. Ég ætla að koma aðeins betur að því aðeins og eftir varðandi mitt umræðan stefnuræður eða stöðuskýrslur. Varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Prebens vinnuna á úttektinni á öldrunarþjónustunni, að eins og við þekkjum mjög úr umræðinni frá síðastliðnu ári að þá hefur ýmislegt verið gert í þeirri vinnu og við höfum verið í samskiptum við fjölda aðila. Við tökum sem dæmi, við höfum verið í samskiptum við önnur sveitarfélög sem hafa verið svipara stöðu og við og höfum það haldið svolítið í hendunar á Garðabæ, allavega fram að þeim degi þegar þeir í rauninni komu öldrunarþjónustunni til einkaaðila eða til reksturs á sjálfstætt starfandi fyrirtæki í öldrunarþjónustu. Og nú síðustu daga höfum við verið síðustu dagar og vikur höfum við verið í þéttu samstarfi við Akranesbæ vegna meðal annars lífeyrisskuldbindinga sem tengjast uppgjöri á öldrunarþjónustunni, og það er að mörg að taka eða í mörg horn að líta þegar við erum að tala um þessa öldrunarþjónustu og einmitt samskipti við ríkisvaldið, því að það er eins gott að hafa hlutina fyrir framan sig, og þó maður sé búin að vera í þessum málum núna í nokkur ár, ég ætla ekki að fara að telja upp hvað ég er búin að vera lengi bæjarstjóri, og margir á undan mér í þessari baráttu öldrunarþjónustuna og fjárveitinga til öldrunarþjónustuna, þá er alltaf eins og við séum að hjakka í sama farinu og þetta fer að verða ansi þreytt. Og við erum alltaf að afla gagna, og það er mjög mikilvægt að hafa góð gögn þegar við erum að taka þessar rökræðu við ríkisvaldið til þess að geta lagt fyrir þau hvað þau skulda okkur eða hvað við erum að fara fram á til þess að fá sanngjarnar greiðslur. Og það er sem má segja að það sé endalaust hægt að safna gögnum, endalaust hægt að safna upplýsingum. Og þess vegna fengum við við tókum umræðan það í lok síðastliðins árs að fá KPMG aftur til þess að vinna í rauninni framhaldsvinnu við þá skýrslu sem við unnu. Nú er búin að vera að leita hérna á netinu, ég bara fann ekki skýrsluna sem var vunnin fyrir okkur fyrir 2-3 árum síðan, er hún eldri, sem KPMG vann fyrir okkur, og við óskum eftir þið færu dýpra inn í skýrsluna og innu betri upplýsingar handa okkur til þess að vinna áfram í þessum baráttu við ríkisvaldið. Þannig að það var gerður við þá framhaldssamningur sem byggir á grunni fyrir samnings, og sá samningur var undirritaður 12. desember síðastliðinn og hann er í alveg í samræmi við fjárhagsáætlun þessa árs og umræða sem hefur verið. Fulltrúar frá KPMG og reynda frá öldrunarheimilunum hafa komið inn á fundi bæjarráðs meðal annars 23. febrúar síðastliðinn og reynda síðar til þess að ræða einmitt úttektin eða vinnuna sem þau eru að vinna varandi þessu úttekt. Og samkvæmt samningum að þá er ávinnan að fara fram 15. desember til 15. maí á þessu ári, þannig að ég er búin að vera núna síðastliðna dag í sambandi við fulltrúa KPMG
það hvort að þessi skil gangi ekki örugglega eftir. Það sem hefur strandað á, svo ég upplýsi það hér á þessum fundi, svo ég fari aðeins úr samningnum og vaði pínlítur einu í annað, það sem hefur strandað á varðandi skil á þessum gögnum það að við höfum svo gjarnan vilja fá samanburð á milli hjúkrunarheimila á landinu til þess einmitt að vita nákvæmlega hvaða sem að aðrir geta gert öðruvísi heldur við. Ég ekki að segja endilega betur heldur við, heldur bara þá öðruvísi og hvernig þá gert og fyrir þá minna fjármagn. En það liggur nú bara ekkert svo opaslega, það liggja ekkert á yfirborðinu þessar upplýsingar. Það bara mjög erfitt þó allir tali fyrir því að vilja veita upplýsingar og allir vilja vera í samráði. Við erum eins í félagi sem myndi samtök fyrirtæki velferðarþjónustu, allir að vinna saman, þá sita með samt með upplýsingarnar og vilja ekki láta þær hendi. Og við erum að berjast fyrir að fá þessar upplýsingar. Við erum búin að senda fullt starfsfólk okkar nokkra ferðir suður til Reykjavíkur til þess að eiga fundi með þessum aðilum til þess að kalla fram þessar upplýsingar, til þess einmitt að geta lagt á borðið bara fyrir ráðherra eða fyrir stjórnvöld og sagt svona lítur þetta út, þetta munurinn okkur og hinn. Og það hefur tafið þessa vinnu en stefna því að klára þessa vinnu núna í maí og við verðum bara að sjá hversu langt við komumst með hana. Starfsfólkið okkar á öldrunarheimilunum, allavega aðalega stjórnendur, hafa lagt gríðarlega mikla vinnu í því að afla þessar upplýsingar fyrir okkur og síðan verðum við að sjá hvernig skýrslan þá lítur út endanlega svo við getum einmitt haldið þessari vinnu áfram að reyna að knýja fram þessa fjármuni. Við höfum alltaf talið okkur vera með mjög góð gögn í höndunum, geta lagt fyrir stjórnvöld og þá skiptir engu máli hvaða ráðherra hefur verið í eða hvaða stjórnmálaflokkur hefur verið inn í ráðuneytinu. Ég ætla ekki að fara út í pólitík í þessu máli, heldur bara þetta skilningsleysi ríkisins á því að það þarf fjárveitingar til þess að veita öldruðum almennilega þjónustu og góða þjónustu. Við teljum okkur vera að veita góða þjónustu, við erum að leggja auka fjármagn sveitarfélagi til þess að veita góða þjónustu, við getum örugglega gert það betur en við erum þó allavega að leggja, hvað ekki 400 milljónir eða hvað sem við erum að leggja til viðbótar því sem að ríkið leggur til fyrir utan alltaf það sem að einstaklingarnir leggja sjálfur til þess að fá góða þjónustu. Nú þannig að það staðan varðandi kostnaðinn. Þannig bara samkvæmt samningnum innan ákveðins ramma. Ég held að það sé ekkert trúnaðarmál, þetta bara að tala um 100-120 vinnustundir á ákveðnu tímagjaldi og það innan fjárhagsáætlunar og ég hef ekki fengið boð það að menn hafi farið eitthvað út fyrir þann ramma, þannig að ég treysti því að við séum að halda okkur innan fjárhagsáætlunar varðandi verkefnið. Og ég held að sé einmitt allt, og einhver bæjarfulltrúi orðað það einhvern tímann þegar við vorum í þessari umræðu í kringum fjárhagsáætlun, það allt til þess að vinna að reyna að ná í þessa peninga. Við þurfum að kosta til fjármunum til þess að ná þessum peningum. En ég skal viðurkenna það, ég ekkert óbærslega bjartsýnn þegar maður gengur endalaust á veggi. En ég hef bara einhvern veginn trú á mannlífinu, trú á fólki. Ég átti ágætis samskipti við fyrirverandi heilbrigðisráðherra og eins fyrirverandi félagsmálaráðherra líka þessi mál. Ég hef ekki náð að eiga samskipti við núverandi heilbrigðisráðherra þetta. Ég hef aðeins rætt þetta við núverandi félagsmálaráðherra. Menn hafa sýnt þessu vilja. Ég sá það í gögnum sem ég var að fá í dag að heilbrigðisráðherra verður hér fyrir norðan núna á aðalfundi sjúkrahússins fljótlega. Ég bara mæli með því að við munum bara fá fund með honum þá þegar hann kemur til þess að ekki síst að setja hann inn í mál. Ég reikna með að við þurfum að setja hann inn í þetta. En kosturinn við það að núverandi heilbrigðisráðherra skuli vera fyrrverandi borgarfulltrúi ætti að nýtast okkur vegna þess að Reykjavíkurborg í nákvæmlega sömu stöðu við þessu máli. Þannig ég treysti því að það verði hann allavega skilji hlutverki. Ég veit ekki hvað hann tekst að koma verkefninu áfram, það svo bara allt annað mál. Því að við þurfum að ná peningum úr fjármálaráðuneytinu líka. En þetta staðan á vinnunni, þetta staðan á þessari verkefni og auðvitað, svo ég ítreki þannig aftur, að því að hér eru líka sviðsstjórar annarra sviða heldur en bara öldrunarmála í salnum, að þá leiðist umræðan oft út í það að taka fyrir svona eitt málaflokk. Þetta er heit kartafla í augnablikinu, en það er ekki þar með sagt að hinir málaflokkarnir sé ekki mikilvægir líka. Að lokum frá mér aðeins varðandi umræðuna stefnuræðu eða greinagerð. Ég held að sé kominn tími til. Þetta
var sett upp á síðum tíma, á síðasta kjörtímabili var þetta sett upp vegna þess að menn voru að þróa sig áfram með það hvernig við sem stjórnvald eða sem Akureyrarbær ætluðum að nýta okkur bæjarstjórnarfundi til þess að þetta kalla fram umræðu málaflokka. Og þá kom þessi hugmynd það að formenn nefnda kemur upp, skiluðu ákveðinni stöðuskýrslu og menn gætu tekið umræður stefnur. Svo fórum við að kalla eftir því að þessar svokölluðu stöðuskýrslur það væri meira heldur en bara hvað erum við að gera í dag og hvað erum við búin að vera að gera. En það auðvitað skiptir mjög miklu máli hvenar í kjörtímabilinu maður að taka þessu umræðu. Og ég þekki bara eigin reynslu og þið eru farin að átta ykkur á því líka þegar búin að sitja hérna það lengi að verða heilt kjörtímabil. Umræðan verður alltaf önnur á seinni hluta kjörtímabils heldur en í upphafi kjörtímabils. Þá eru menn ekkert endilega að ræða eitthvað stefnu heldur einmitt að tala það sem þeir eru búin að gera og gera upp. Þannig ég held að við ættum að taka umræðu það bara saman, ekkert endilega á bæjarstjórnarfundi, hvernig við viljum sjá einmitt þessa umræðu málaflokkana okkar. Hvort sem við köllum það stefnuræðu eða greinargerð eða hvað við köllum hana. Þannig að við fáum bara sem mest út úr því að það snýst umræðan hérna. Ekki það hvort að formar hafi skilað af sér lélegrar og góðri skýrslu, heldur það hvernig við nýtum, fyrir ekki að ég sletti þetta plattform sem við höfum hér en bæjarstjórnarfund með íbúunum, með öllum bæjarfulltrúunum til þess að ræða málaflokkan vegna þess að þið náttúrulega eigi bara fulltrú í nefndum en hér geta bæjarfulltrúarnir tjáð sig málefni viðkomandi málaflokka. Og þá ég hnykki á því eins og ég sagði áðan að kannski geta málaflokkarnir voru svo stórir að við sitjum hér langt fram til miðnætti svo við ætlum að tala um alla alveg í botn, þannig að við getum líka auðvitað skipti niður á fundi. Ég varð að fá að koma þessu að og reyndi að gera það með þeim hætti að ég væri ekki að blanda mér í einhverja pólitík. Takk hérlega. Eiríkur Pétur Bergvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara að nýta mér að ég kom upp 3 sinni. Nei, það er alls ekki það. Mér var svo mikið í áðan að þegar hún hvatti mig til að öskra, ég öskraði bara. Og var nú ekkert flóknara en það. Nú því ég er með allt öðru þessu app í símanum mínum. Mágur minn komst í síman minn og setti eitthvað app í símanum minn sem hvetur mig til að hreyfingar. Læt bípar allt á mig, ég er ekki búin að taka eitthvað ákveðið mörg skref og ég kann ekki slökkva á þessu. Þetta er bípandi tíma og ótíma. Þannig að ég þarf að vilja fá appið þitt, ég held ég þurfi á þessu appi að halda. Þannig að mitt er ekkert sérstakt. Nú, ég hef náttúrulega steinglimt að þakka öllum sem að vinna í þessu málaflokki fyrir frábæra vinnu og þetta og að sjálfsögðu öllum öldrunarþjónustu því að verið ráðast þarna á formannin vegna skoðana og umræðana hjá okkur inni, þá veit ég alveg að það er unnið þetta frábært starf og oft og tíðum ekki vinna en sérstaklega góðar aðstæður. Málin eru erfið, bæði gagnvart pólitík og gagnvart skjólstæðingum og held ég oftar en ekki þá finnst mörgum sem vinna þessum málaflokki við að þau vera bara einu í liði. Ég held að það sé alveg klárt. En varðandi það sem ég kom inn á áðan og Guðmundur Baldvin talaði kosningamál og annað, þá er þetta alveg skýrt í mínum huga. Ef það er krani sem ég hef enga stjórn á og leggur út úr honum, nei takk. Ég er bara ekki til í þetta. Ég er bara ekki til í þetta. Og ég þarf ekki að fara neitt rólega, vallega í þá umræðu. Ég er bara ekki til í þetta. Ef við fáum þetta ekki lagað, þá hefur við á að skila þessu. Það er þannig að það hefur verið, og mér hefur bara alltaf liðið þannig, sérstaklega eftir ég kem inn og fer að skipta mér á sveitarstjórnarmálum, að það er verið að draga vígtennurnar og draga úr getu sveitarfélaga með kerfisbundum hætti. Það er bara einfaldlega verið að gelda þau til að sinna þeirri þjónustu sem þau ættu hugsanlega að vera að sinna. Það sem hafa, það er að sinna, búa til samfélag sem við viljum búa í. Ríki stendur ekki við sína samninga og þeir stjórna svolítið fjármagninu, það lekur út og við getum ekki gert sjálf það sem við viljum gera. Ég mun gjarnan vilja og er alls ekki að segja ég vilja skera niður ykkur þjónustuna við aldraða eða við öldrunarþjónustuna.
Ég er bara að fá ákveða sjálfur sem sveitarstjórnarmaður í hvað peningarnir fara. Þá getum við tekið umræðan hér. Viljum við ungbandaleikskóla eða viljum við bæta við 450 milljónum inn í öldrunarþjónustuna? Þetta er umræðan sem við eigum að taka. Þarna tekur ríkið þetta fyrir okkur. Ég er ekki til í það. Bara nei takk, og ég get bara sagt á strax að þetta verður mitt helstu kosningamál ef ég fyrir framboð. Ég er ekki til í þetta. En ég styð sjálfsögðu vinnuna og vil alveg fá þjónustuna. Og ég spyr mig oft að því af hverju til hvers eru sveitarfélög? Til hvers erum við að þessu? Norðurlöndum eru sveitarfélög með 70% af ákvörðunum og 70% af fjármagnum sem rennur inn í samfélagið. Hjá okkur er þetta 30%. Og þar er þetta eiginlega ströggl við ríkið. Við erum ekkert saman í liði. Það er horft niður á þetta stjórnsýslustig að ríkinu. Ég er bara orðið vitni að því. Þegar menn tölum það inn á Alþingi, sveitarfélög sömdu bara að sér. Og talandi það, bæjarstjóri, að við séum góðum málum að því að Óttar var fyrirverandi borgarfulltrúi. Ég veit nú ekki betur en fyrirverandi heilbrigðisráðherra að hann verið bæjarstjóri á Akureyri. Það var ekkert sérstaklega töff. Og hann lagaði þetta ekki. En ég vona að við fáum núverandi heilbrigðisráðherra til að sýna þessu málaflokki meiri skilning og ég vil gjarnan taka þátt í því. Ég er ekkert sérlega bjartsýnn heldur. En ég vil bara koma í það og ég vil þakka þeim sem er að vinna hérna inn og annað þó ég sé pirraður út í þennan málaflokk eða út í, ekki málaflokkin heldur út í að við skulum ekki hafa stjórn á krananum. Ég er ekki til það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Elías Gunnar Þorbjörnsson. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar, er ekki ágætt að koma hér upp og kæla kartöfluna aðeins og venda kvæði í kross og ræða aðeins aðra þætti í stefnuræðu velferðarráðs, en ég vil nú byrja samt á því að þakka Erlu Björk, formanni velferðarráðs, fyrir skilleika framsögu. En þau málefni í stefnuræðinu sem að vekja mesta athygli hjá mér eru á blaðsíðu 5 og þar eru 2 verkefni sem að ég þekki ágætlega til og veit ekki hvort að bæjarfulltrúar þekki til þeirra, en þau eru skólasmiðjan og Askjan sem ég persónulega er mjög ánægður með að sjá í þessari stefnuræðu. Þar sem að þetta eru 2 verkefni sem skipta fólk í sveitarfélaginu gríðarlega miklu máli og hóp sem að skiptir máli að ná til. Askjan er forvarnarverkefni þar sem að reynt er að koma, snemmtækri íhlutun inn á heimili áður en að hlutir fara í mjög erfið mál, og þar sem að stendur efst á blaðsíðu 5 og er með leyfi forseta, fjöldi tilkynninga í barnavernd 2013, 14 og 15. Það hefur aukist, það voru 399 tilkynningar árið 2013 en 450 árið 2015. En þetta eru ekki, það er ekki fjölgun á fjölda barna sem fá stuðningsúrræði í barnavernd. Þau voru 2013 48 og 49 2015. Þannig að þetta það er að fjölga tilkynningum sömu nemendur eða sömu börnin sem eru að gera eitthvað eða er að komast í kast við hluti sem ekki eru æskilegir. Og það er þetta, svo ég komin aftur af umræðu málefni barna og barnafjölskyldna sem var hér fyrir kvöld dag, missað töl á tímanum hérna, en þetta er eitthvað sem að ég hvet eindregið til að bæjarstjórn horfi til og skeri nú ekki niður þegar við förum að skrúa fyrir kranana eins, að það sé nú forgangsraðað og á rétta staði. En þetta eru atriði sem að skipta gríðarlega miklu máli og
sérstaklega varðandi skólasmíðuna í mínu starfi, þá skiptir það gríðarlega miklu máli að eiga einhvers konar úrræði þegar að málefnin eru komin í þann farveg að erfitt er að leysa þau á vettvangi svona á daglegri, hvað að segja, með daglegum venjulegum verkfærum sem við höfum úr að móða. Og skólasmiðjan er tímabundið úrræði á meðan verið er að leita annara úrræða sem nýtast nemendum og fjölskyldum til framtíðar. Þannig ég vildi bara svona aðeins venda hvað okkar í kross. Mér fannst við vera farin að dvelja aðeins svo mikið við öldrunarmálin því að það er mun meira í velferðarmálunum heldur en öldrunarmál og við megum ekki afvega leiðast af því sem skiptir alla bæjarbúa máli. Takk fyrir vilji. Bæjarfulltrúi Elías Gunnar hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni velferðarráðs, Erlu Björgu, fyrir góða framsögu hérna og óskunni líka til hamingju með embætti. Hún er nú tiltölulega ný í starfi. Þetta er gríðarlega víðfeðmur málaflokkur eins og bæjarstjóri kom hér inn á áðan og það er býsna bara góð tillaga sem þar kom fram að það væri kannski gáfulegt að skipta umræðinni í þessu málaflokki upp, kannski í 2-3 þætti. Því að ég held að sé alveg rétt að hún getur orðið mun markvissari. Okkur hættir að sjálfsögðu til að þetta í það að fara að ræða fyrst og fremst það sem er efst á baugi hverju sinni, þó að séu mörg önnur mál sem skipta miklu máli og eru inn í þessu málaflokki. Því að það er víða komið við, þetta er viðkvæmur málaflokkur og hérna þarna er nú kannski verið að fjalla þau mál sem eru hvað viðkvæmust í bæjarfélaginu öllu saman og er samt full ástæða til að ræða. Mér langaði nú kannski fyrst til að varpa fram, vera svona dálítið líka á þessu nótum að vera að varpa fram hérna einhvers konar pælingu eins og þeirri að í lærdómssamfélaginu sem ég hallast mikið að í tengslum við skólamál að þar er eitt lykilhugtak eða orðatiltæki, von er ekki aðferð. Það þýðir nefnilega ekkert að vona, það gerist ekkert ef maður vonar. Við verðum að gera eitthvað. Og það er kannski eitt af því sem skiptir okkur mjög miklu máli, það er að velferðarstefnan komist á koppinn og verði kláruð og þessi stefna verði það lýsandi og ítarlega að hún geti verið það leiðarljós sem hún þarf að vera í þessari starfsemi næstu ári. Og það er kannski akkurat það sem skiptir máli í þessu málaflokki, að við séum að vinna að innan einhvers heildarramma með einhverja sterka og skýra sýn og góða stefnu. Það auðveldar held ég allt starf og leiður okkur frekar áfram en hitt. Því að það er eins og menn segja við getum verið á fullri ferð í hreyfingu en við hreyfumst ekkert áfram því við erum eins og hamsturinn í hjólinu. Við þurfum að komast áfram. Og það er eins og kom fram í þessari stefnuræðu að það er fullt af tækifærum til að gera betur, bara vel orðað. En þó að sé fullt af tækifærum til að gera betur þá erum við að gera mjög vel í þessum málaflokki ef við erum að horfa til samanburðar við það sem annars staðar er gert. Við getum örugglega gert betur ef við erum að horfa til einstakra mála. En það sem ég langar kannski til að ræða hérna og vekja athygli á, það er hérna þessi þjónandi leiðsögn sem er orðið held ég leiðarljós í innra starfi á velferðarsviði, en mér sýnist bara á öllum sviðum. Þetta er gríðarlega merkilegt framtak sem var farið af stað hér með fyrir nokkrum árum. Góð stefna, mannúðarstefna, skiptir máli hvernig hún nálgast og þjónustar þá sem þú ert að vinna með
Og mér sýnist á öllu að þetta sé orðið þannig hér að hér á Akureyri sé verið að sækja í gríðarlega mikla þekkingu og reynslu hvað þetta varðar. Og ég bara mjög stoltur af því að menn og konur hafi komið þessu á koppinn og þetta sé orðið, þetta verkfæri sem þetta er orðið. Og ég segi verkfæri vegna þess að þetta snýr að því hvernig við nálgumst það verkefni sem við ætlum að sinna. Og til þess þurfum við einhvers konar leiðarljós. Og ég bara hvet alla til að kynna sér þetta og þessa stefnu og það hvernig við erum að nálgast akkurat þessa þjónustu. Það er alveg rétt hins vegar að það er að mörg að hyggja í þessu málaflokki. Hann er kostnaðarsamur. Við erum að gera ofboðslega vel og það gerir það að verkum að hingað horfa margir og ekkert síður þeir sem þurfa á þjónustu að halda. Ég held að bæjarfulltrúi Sigurjón hafi komið inn á það áðan að við náttúrulega trekkjum til okkar fólk sem þarf á þjónustu að halda vegna þess að það vill fá góða þjónustu. Og það er kannski akkurat ákveðin vandi. Og það er gott að skara fram úr en það hefur líka í för með sér afleiðingar. Og það er þá eitthvað sem við þurfum að takast á við. Og þetta á kannski alveg eins við öldrunarheimilin og rekstur þeirra vegna þess að ég er alveg harður á því að við erum að veita framúrskarandi þjónustu þar líka. Og ég held að það sé alveg ljóst að mönnun á öldrunarheimilunum hér er mikil. Það er líka mikil fagmenntun, eða hátt hlutfall fagmenntaðra. Allt hefur þetta sjálfsögðu áhrif á kostnað. En þetta hefur kannski líka áhrif á það hvers konar þjónusta er veitt og hvernig fólk vinnur. Það sem að kemur þá upp í hugan er það að við skrifum undir samning. Við höfum líka skrifað undir samninga í málefnum fatlaðra og þar höfum við skrifað undir samninga ákveðnar fjárveitingar miðað við ákveðna þjónustu. Svo er vísað í einhverja kröfulýsingar sem að eru þannig að þegar maður fer að lesa þeirra þá er engin viðmið í þeim. Það er engin viðmið kostnað, það er engin viðmið fagmenntun en vísað hins vegar í önnur lög sem vísa síðan að landlækni sem setur einhver viðmið. En svo er alveg morgunljóst miðað við það að þú færð engar upplýsingar í ráðuneytinu, að ráðuneytið eða landlæknir er þá ekki að safna þeim upplýsingum það hvers konar þjónustu verið að veita, hvers konar mönnun er á þessum öldrunarheimilum sem slíkum, því að ef að það væri gert, það væri ekkert vandamál að fá þessar upplýsingar. Og það er kannski það sem er vandi. Við stöndum líka frammi fyrir því að við erum kannski að veita þjónustu sem aðrir hafa skorið niður. Það kom fram í máli Péturs forstjóra Hrafnistu, ef ég man rétt hérna upp á öldrunarheimilum fyrr í vetur, að þeir hafi til dæmis lagt niður hvíldarinnlagnir vegna þess að þær væru bara ódýrar. Erum við tilbúin í það? Við þurfum nefnilega að svara öllum þessum stóru spurningum hvers konar þjónustu við ætlum að veita þeim ef við erum að horfa þarna inn í þennan pakka. Og við skulum átta okkur á því líka að samkvæmt öllum þeim upplýsingum sem við höfum þá er öldruðum á Íslandi að fjölga gríðarlega og mun fjölga mjög mikið næsta ári. Og ég held að kosningabaráttan komið þá frekar til með að snúast það hvernig ætlum við að bregðast við þessari miklu fjölgun, þeim mikla kostnaði sem því fylgir og hvers konar þjónustu ætlum að veita. Því að þetta snýr ekki bara öldrunarheimilunum, það er verið að gera kröfu á sveitarfélaginu það að halda öldruðum eins lengi heima eins og hægt er. Þann kostnað berum við. Við verum að standa okkur vel í því líka. Það er alveg klárt mál. Þannig að það eru svakalega stór mál sem bíða okkar. Þau eru líka stóri í fötlunargeiranum. Við erum nú að fara núna í það að byggja nýja þjónustukjarna sem verður vonandi byrja á sem allra fyrst. Því að það er klárt að í Jörfabyggðinni er sambýlis þar sem að í raun og veru er löngu orðið úrelt og við hefum þurft að vera búin að bregðast í fyrir. En, við erum að gera það núna. Bara gott.
En þetta er dýrt. Við þurfum líka að byggja fleiri þjónustukjarna vegna þess að fötluðum með frekara fjölga en fækka. Og mér sýnist þó allu að þetta sé kannski það sem við stöndum frammi fyrir, að eftir því sem við veitum meiri þjónustu og betri þjónustu, þá lækkar líka þröskuldurinn. Þröskuldurinn, það sem við erum með gagnvart því hvað við teljum góða þjónustu. Hvers konar þjónustu við veita, þannig að við erum alltaf að veita meiri og meiri og meiri þjónustu. Spurningin er, hvar ætlum við að stoppa, hvaða ramma ætlum við að setja, þannig að þetta, hvar eru mörkin í þessu öllu saman. Þetta vantar. Þetta vantar okkur og þess vegna skiptir mjög miklu máli að koma að sér stefnumótun í gagnið með ákveðnum markmiðum, með ákveðnum viðmiðunum og ákveðnum mælikvörðum. Þannig að við getum sagt, jú, við erum að standa okkur að því að við ætluðum að gera þetta. Við erum ekki að standa okkur að því við ætluðum ekki að gera þetta. Mér finnst oft hræðsla við að setja svona viðmið og mælikvarða í pólitíkinni að þegar menn eru svo hræddir að standa sig ekki. En þá erum við líka að segja að við viljum ekkert endilega hafa haldgóðar upplýsingar það hvort við séum yfir höfuð að standa okkur eitthvað. Ég sé nú ekki alveg ástæðu til að óttast þetta og ég til að þetta sé bara eitt af þessum mikilvægu málum. En þetta er kannski það sem að við erum bara að takast á við. Ég getur alveg sammála lokaorðum formanns velferðarráðs það að við séum kannski best til að veita öldrunarþjónustuna. Ég fer ekkert ofan af því. Við erum að gera þetta vel og stöndum okkur vel í þessu. Vandinn er hins vegar þessi og við þurfum að velta því fyrir okkur. Hvort við eigum svar við spurninginni, getum við gert þetta? Jú, við getum þetta faglega. Við getum við varið það fyrir íbúunum fjárhagslega að við séum stöðugt að setja meira og meira inn í pakka sem að ríkið á að bera að miklu meira leyti en það gerir í dag. Ég ætla ekki að fullyrða það að allur pakkin er heima í ríkinu, vegna þess að af því að við erum metnaðarfull, við viljum gera vel, þá held ég að við séum að gera sumuleyti betur hér en við annar staðar. Og ef svo er, þá verðum við að taka pólitíska ákvörðun það hvort við ætlum þá ekki að gera það bara áfram og við þurfum þess vegna að leggja eitthvað inn í pakka. Ég get alveg sagt mér við það. Ég held að þetta verja það. En þá er það líka ákveðin áfellisdómur ríki hvers konar þjónustu þeir sætta sig við gagnvart öldruðum. Það er bara allt annað handleikur. En ég vil bara þakka stjórnendum og starfsfólki á þessu sviði og nefndinni fyrir góð störf. Ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur þetta rit mjög vel. Og ég held að þessi stefna, þjónandi leiðsögn, eigi mjög vel heima á fleiri þáttum þjónustu Akureyrarbæjar heldur en bara á velferðarsviði. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er bara svona nokkur atriði sem ég ætla að stikla á. Fyrst kannski varðandi það að fólk sæki hingað í þjónustu. Og mér finnst svona þetta hljóma eins og þetta sé svona ekki jákvætt. En ég ætla með leyfi forseta aðeins að byrja á því að lesa upp úr mbl.is. Á fundinum kom einnig fram að fötluðum börnum á Akureyri fjölgar jafnt og þétt og flytur fólk til bæjarins vegna góðra þjónustu í þessum málaflokki í bænum. Þetta er frá 2002. Ég bara spyr, er þetta eitthvað sem er búið að vera bara í gangi síðan 2002 eða að ykkar mati sem eru að ræða þetta?
eða hvernig sjáum við þessa þróun? Mér finnst mjög góð ábending hjá bæjarstjóra að það auðvitað einmitt misjafnt á hvaða forsendum við erum að ræða þessar skýrslur eða greinagerðir sem eru bornar hérna fram. Og einmitt í dag, þá, eins og ég sagði, þá maður að hugsa, já, staðan svona, hvað finnst okkur það? Auðvitað væri langt best að fá einhvers konar yfirlit yfir þróunina á málaflokkinum frá síðustu kosningu, hvað hefur þessi meirihluti gert. Og svo einmitt og þá kannski í því svona samhengi bara hvað framundan. En það auðvitað einmitt og ég held að sé mjög vel til fundið að við ræðum þetta bara á einhverjum öðrum vettvangi hvernig við viljum haga þessum umræðum. En ég þá kannski, svo ég snúmi þá bara beint að stefnuræðu velferðarráðs, að þá sem sagt framtíðarsýnin kemur fram hérna sé skýr að 2021 búi allir íbúar sveitarfélagsins við félagslegt öryggi og börn og unglingar búi við góð uppeldisskilyrði. Þetta auðvitað mjög háleitt og gott markmið og ég svona velti fyrir mig hvernig þetta markmið sé, hvort að við séum með sem sagt, leiðina að markmiðinu varða það og hvert við séum þó komin á þeirri leið. Ég myndi gjarnan vilja fá að heyra aðeins meira það. Og svo annað sem ég var líka svona, mér langa að kannski velta upp hérna, það að bæjarbúar séu hvattir til heilbrigða lífshátta með öflugri fræðslu og forvörnum í öllum málaflokkum. Að því mér svona hugleikið þess að snýr að sko íþróttum og lýðheilsu. Og ég held persónulega að hreyfing skiptir mjög miklu máli þegar kemur að þetta heilsufari og sé svona lykilatriði í heilbrigðum lífsháttum og þá langar mig að heyra hvernig sko samspili, hvernig sér formaður velferðarráðs það fyrir sér að spila einhvern veginn, hvernig sér hún fyrir sér sem sagt hreyfingu og það sem við oft flokkum undir íþróttir út frá svona lýðheilsufarslegum þáttum. Ég ímynda mér að það hljóta að spila þarna inn í og hvernig við ætlum að hvetja til heilbrigðra lífshátta í gegnum það. Svo kannski ef einhver með það hvernig þróunin hefur verið biðlistan eftir leiguhúsnæði, að því að sko, svo veit maður ekki eins og sko hvort þetta þetta auðvitað umrætt fyrir þá sem eru á biðlistanum og þá spurningin sko hversu langur biðlistin og eftir því sem að ég best veit þá hann lengri fyrir suma en aðra, það að segja sumir eru bara í meiri forgangi og veltir maður fyrir sig hvað verður fólki sem það bara ekki í forgangi. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á að það hefur verið að undirbúa eða svona, það samtali í gangi við Bjarg og Búfesti og það auðvitað mjög mikilvægt og það hangir held ég ansi margt á því að það verði leigufélög sem eru rekin á öðrum grundvelli heldur en gróða hagsmunum eiganda sinna. Þannig að auðvitað kemur það með vantarlega að hafa áhrif á þá sem eru þarna aftast á þessum biðlista. Þannig ég kannski einhvern veginn að svara spurningunum minni bara sjálf. Gjör svo vel. Og svo það þetta með þessi sérbýli, þessi sérbýli sem verið að tala sem lausn fyrir heimilislaust fólk. Ég vil bara brýna fólk í því að vanda vel til. Það voru til umræðu hugmyndir sem staðsetningu fyrir þessu hús sem voru engan veginn ásættanlegar að mínu mati og sem ég held að eigi ekki að fylgja sérstaklega eftir og einhvern veginn í vinnslu að staðsetja þetta.
En við þurfum að vanda þetta og einmitt þjónustuna við fólk og ég tek undir með Gunnari, þjónandi leiðsögn það er sko frábært að það sé orðið að okkar hugmyndafræði og það að fólk hafni meðferði að hafi lélega meðferðarheldni, þá kannski einmitt þurfum við bara að huga hvers vegna það og hvað getum við gert til þess að koma til móts við það. En ég veit ekkert alveg hvort að þessi smáhýsi eru betri lausn heldur en aðrar, en allavegana held ég að ef að það er þannig að það á að fara að koma þeim fyrir einhverstaðar í miklum útjaðri mannabyggða, þá finnst mér það hljóma eins og ekki góð lausn. Þannig ég held að við ættum að virkilega hugsa það vel og ég vona og held að það sé í gangi. Annað var það svo sem ekki sem ég er með í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég sann aðeins að koma hérna upp í ljósi orða bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar. Hvort að það sé eitthvað vond við þetta aðdráttarafl og þessu góðu þjónustu, eða ég áttaði mig ekki alveg á spurningunni hjá henni. Málið er náttúrulega það að það er í sjálfu sér afar ánægjulegt að við veitum góða þjónustu. Vandinn er hins vegar sá hvort að við séum að fá það fjármagn sem við þurfum út úr sameiginlegum sjóði landsins til að standa undir þessari þjónustu. Staðan er einfallega þannig að sú þróun hefur verið í gangi hérna á Akureyri að til dæmis kringum 2012 þá fara 24% af skatttekjum Akureyrar í félagsmáli. Þá fara 25% af skatttekjum Reykjavíkur. Í dag erum við að horfa á árið 2015, þetta er samkvæmt opinberum tölum og staðfestum frá sambandinu, þá fara 28% af skatttekjunum okkar í félagsþjónustu og 27% í Reykjavík. Og reynda var munurinn á Akureyri og Reykjavík mun meiri hér fyrir nokkrum árum. Þannig að það var töluvert hærra hlutfall af skatttekjum sem fór í félagsþjónustu í Reykjavík. Þannig er náttúrulega málefni fatlaðra komin inn, þau kom inn 2011 í maður rétt, þannig að þau að vera þarna inni. En auðvitað skiptir þetta máli. Núna er til dæmis að tala það að minni sveitarfélögin hérna í Eyjafirði, að þau séu miklu fjárhagslega heilbrigðari heldur en stóra sveitarfélagið Akureyri. Og þess vegna sé kannski engin ástæða fyrir þau til þess að vera sameinast vegna þess að þau standi svo vel. Af hverju skyldi það vera? Hvað er hlutfallið þeirra til dæmis í þessu málaflokki af skatttekjum? Þetta er nefnilega, þetta skiptir máli hvar viðkomandi býr, hvar að þjónustu hann fær. Og það sjálfsögðu hefur áhrif á þá þjónustu sem við erum að veita. Það hefur áhrif á íbúana hér ef að við erum að fá til okkar mikið af fólki sem að þarf þjónustu, og ég ætla ekki að gera neitt viður út af. Þá er ég bara að benda á það að minni sveitarfélögin, þau eru kannski hugsanlega ekki að veita þjónustu af því þau vita bara hreinlega að fólk bara flytur þá bara í stóra sveitarfélög. Þetta finnst mér bara að vera ein rökin fyrir því, en bara eina mörgum fyrir því að við þurfum að sameina sveitarfélögin hérna í Eyjafirði og horfa á þetta sem heildstæða þjónustu, og þess vegna Norðurlandi eystra. Þetta er bara einn af þessum stóru þáttum sem skiptir þetta máli. Og mér finnst bara þess að tölur raun og veru algjörlega skýra málið, en við höldum áfram að taka við öllum fagnandi. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er eiginlega kannski að svara sem spurningu Gunnar svaraði frá
bæjarfulltrúa Sóleyju Björk. Nei, ég tel það ekki slemt að fólk flytji til Akureyrar eða í stærri sveitarfélögin ef að þarf þess. En því miður það bara þannig ofta að fólk neyðist til að flytja af því það fær ekki þessa þjónustu í sínum þar sem það býr í dag. Og ég held að við þekkjum það mörg sem höfum búið í minni sveitarfélögum bara gegnum tíðina að eldri skyldfólk og annað það flutti í stærri sveitarfélögum. Þetta bara sagan eins og hún hefur verið í gegnum tíðina vegna þess að það þurfti að vera nær læknisþjónustu eða þjónustu. Og það ekki nýtt. Og við getum alveg ímyndað okkur, það tiltölulega erfitt örugglega fyrir 50 manna sveitarfélag sem kannski með slæmar samgöngur til næsta stóra staðar að sinna einstaklingi sem þarf mikla þjónustu. Þetta bara svona lífsins staðrendir í þessu og við breytum þess ekki. Þetta bara í flestu löndum svona að fólk flytur á stærri staðina ef að þarf þjónustu sem ekki hægt að veita í minni sveitarfélögum. Aðeins að leira þetta. Þegar ég var að ræða áðan að það væri mín skoðun og það kannski almenn skoðun bara að svona velferðarmál sem snúa að svona umönnun og borgarana og hvort sem eldra fólks eða fallar. Mér finnst það eiga heima hjá sveitarfélögum. Það ekki að segja að við eigum að greiða fyrir eða vegna þess að ríkið neita borga. Að við eigum að sitja uppi með þann kaling. Ég tel það bara svona almennt að sveitarstjórnarstigið eigi að sinna þessum málum og eigi þá að hafa tekjur til þess til að sinna því. Það svolítið öðru sem með kannski sjúkrahúsin og svona flóknari heilbrigðisþjónustu sem byggir á miklum tæknibúnaði og sérþekkingu sem kannski jafnvel bara einust á landinu. Það bara önnur saga. Og á þess að ég ætla að fara að bæta í þessa umræðu með heilsugæsluna á Akureyri og síðan heilbrigðisstofnun Norðurlands, þá verðum við samt aðeins að líta á þetta að heilsugæslan á Akureyri var á Akureyri, núverandi stofnun sem heitir heilbrigðisstofnun Norðurlands á 18 stöðum. Þetta ekki sama stofnunin og þetta vel verið að þeir hafa fengið mikla peninga en þeir eru allavega, þetta önnur þjónusta og önnur stofnun og starfsemi og það kannski verið hagræðingar í yfirstjórn og einhvers líku sem verður hjálpað til. Ég langar að spyrja eitt atriði sem kom bara upp í huga minn, það varðandi fatlaða einstaklingar sem vinna til dæmis á vernduðum vinnustöðum eða til dæmis á plaststöðinni Bjargi. Þetta eru fullorðnir einstaklingar sem eru náttúrulega á vinnumarkaði og vinna á þessu stöðum. Síðan fara þeir í sitt lögbundna sumarfrí og orlof og ég veit að þetta oft erfiður tími stundum fyrir þessa einstaklinga eða aðstandendur. Og hvort það sé einhver þjónusta sem bærinn hefur boðað upp á eða geta beint þessum einstaklingum í sumardvalir eða eitthvað slíkt. Vegna þess að margir þessar einstaklingar eru þannig að reglan mjög góð fyrir þá en þeir eru bara vinnumarkaði eins og við og þurfa náttúrulega að fá sitt orlof. Og þá voðalega sorglegt stundum að horfa upp á kannski einstaklingar vera stóra hluta sumarsins í litlu sem engu starfsemi, að fanga bara heima. Þó að ég veit að starfsfólkið sem annast á heimilum alltaf vilja gert. En þetta bara svona spurning sem kom upp. Takk. Bæjarfulltrúi Sigurður Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, varaforseta, að taka við stjórnarfundar og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á að þetta rosalega, auðvitað þetta vissuleyti eðlilegt að einhver sveitarfélög verða betri og sterkari í því að fást við þetta. En ég er sammála Gunnari og við höfum talað um það að
auðvitað á sameina sveitarfélög, að standa saman að þessu. Það er rosalega auðvelt að velja bara bestu bitana og svo fara með fullri virðingu fyrir málefna flokkunum. Þá er ég að tala það sem eru kostnaður virkilega, að það flyst bara yfir á stóra sveitarfélagið. Það er bara gríðarlega mikilvægt að við deilum þessum kostnaði og reynum að standa vel að þessu öll og sameinu sveitarfélögin hérna í Eyjafirði. 28% af skatttekjunum. Við erum örugglega þá komið í hæsta hlutfall á landinu með það að Reykjavík er komið undir okkur. Og þannig að ég er alveg viss það að við myndum reisa 300 félagslegar íbúðir hérna á Akureyri núna, það væri ekkert vandamál að fylla þær. Það væri ekkert. Við getum farið í 600 og það væri ekkert vandamál. Það er bara spurning, getum við það? Hvernig viljum við sjá þetta? Við viljum að reyna að veita góða þjónustu, við viljum að vanda okkur. Svo bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á er eitthvað að því að við fögnum eins og þarna 2002, auðvitað viljum að fólk komi þarna. En það er líka svolítið skrítið þegar maður heyrir á tali sveitarfélaga kannski í kringu sig og segir, já, það var rosalega þungur einstaklingur að flytja inn til ykkar, núna eigum við bara 10 milljónir aukalega. Og þeir fögnuðu því. En fáum við þessa peninga frá ríkinu eða jöfnunarsjóði eða fáum við öll þessi útgjöld til að mæta þessu? Við eigum að sjálfsögða reyna að standa okkur vel, við eigum að sinna þessum málaflokki og þessum málum eins vel og við mögulega getum, en við getum ekki endalaust bætt við. Vegna þess að það er ekkert vandamál, við höfum átt þetta samtal innan meirihlutans og víðar, það er ekkert vandamál að dæla endalaust inn í þetta peningum og það myndi alveg koma, við getum örugglega, það er bara mjög gott mál líka, en höfum við efni á því? Hvar endar þetta þá samfélagið? Og við sitjum ekki á neinum olíusjóðum eða neinum svoleiðis. Við erum sveitarfélag sem var allavega samkvæmt þessari úttekt sem var birt á RÚV, þetta fáum sem var að skila mínus. Það er ekki það að við sem ekki reyna að standa okkur vel í rekstrinum. Við erum svona minnkuð útgáfa af Reykjavík og við fáum allt til okkar sem Reykjavík fær. En við fáum ekki sömu leið til að ná í tekjur eins og Reykjavík. Þó svo að þeir, eru með sömu skattstofn og allt það, en það er bara miklu meira sem þeir hafa úr að móða heldur en við. Við ættum að fá miklu meira til þess að vera þessi önnur höfuðborg landsins. Við erum það, alveg sama hvaða skoðun hvað fólk hefur á því, hvað sem það er hér innarinn í sveit eða utar eða í öðrum landslutum, þá Akureyri, eins og var komið fram inn á hérna áðan, með öll skólastig, með ótrúlega fjölbreytt íþrótta og tómstunda, menningarlíf, og stendur sér bara vel í nánast öllu. En það er rosalega erfitt ef við ætlum endalaust að segja, komið öll til okkar, við tökum bara við. Ég held við ráðum ekkert við það. Við getum ekki bara farið í 30%, 35%, 40%. Það þarf eitthvað að gerast. Þannig að ég var svo heppinn að koma, held ég 93 að fyrstu tilraunum með þjónustu forystu hérna í sveitarfélaginu. Það var á sambýli hér í bænum sem fyrstu skrefum voru tekin. Hugsanlega var það 92. En það var gaman að horfa á það hvernig það virkaði þar. Það voru mjög erfið úrræði sem voru að fást við og gaman að fylgjast með hvernig það hefur þróast. Og þetta er eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Þetta á víða heima, þetta leysir samt ekki allt. Og við höfum bara að vanda okkur og gera vel í öllu sem við tökum á okkur. Við vera stolt, við erum frábært starfsfólk og en með öldrunarheimilinu og kranan, þá er það alveg kosningamál hjá mér líka, ef ég færi í framboð. Ég er ekki til í það bara, já, var þetta bara 400 milljónir meira núna heldur en þarna. Þannig að, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust.
bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fannst ég nú verða að koma hér í pontu til þess að aðeins að tjá mig um málaflokkinn og til þess að lengja fundinn. En svona taka svolítið boltan sem var verið að ræða hérna áðan var að fólk að flytja til bæjarins vegna góðra þjónustu og ég held að það sé nú bara gott. Ég fagna því bara þegar fólk flytur í bæinn. Ég myndi sjálf gera það sama ef við byggi í litlu sveitafélagi þar sem að væri langt í alla fagþjónustu ef að barnið mitt væri veikt eða einhver annar í fjölskyldinu og maður þyrfti að flytja, að þá held ég að maður geri það. En ég er ekkert vissum endilega að fólk sé að flytja að ganni sínu. Og auðvitað vill fólk vera sem mest í sinni heima byggð en sérstaklega fyrir börnin sín þá gerir maður nú ýmislegt. Og þá væri kannski ég ekkert, ef ég væri núna einhver staðar í minna sveitafélagi en Akureyrar að hugsa að flytja til Akureyrar og heyra svo okkur tala hérna um það að ef ég flyt þá er ég bara bakki á þessu sveitafélagi og væri ekkert með aukinn kostnaður. En auðvitað er þetta líka spurning um það hversu langt maður getur gengið. Ég get alveg tekið undir það en þeim meira eiginlega verkefnið okkar sveitarstjórnarfólks að löggjafinn set ekki endalaus lög þjónustu sem að sveitarfélögin eru svo að veita á þess að veita okkur fjármagn í þau verkefni sem við erum að taka á okkur. Og ég hef nú áður nefnt að í þessum sal að velferðarmál er líka atvinnumál og er einu stór atvinnuvegur hérna í bænum og þetta eru störf sem verða til og af þeim koma tekjur. Og hér í þessum bæ hefur líka myndast ákveðin sérhæfing, sérstaklega vil ég nefna eins og þjónustu við einstaklinga sem að þurfa á öryggisvistun að halda, að þar hefur tekin okkur flókin verkefni. Hér er orðið mikil reynsla og þekking sem að hefur nú stundum kostað okkur eitthvað en við fengum nú leiðréttingu að hluta til allavega fyrir síðasta ár. Að því að bæjarfulltrúi Sóley hún myndist á meðferðarheldni og það er misjafnt hvernig fólk sérstaklega fólk sem á bæði við geðræn vandamál og stríða og fíkni vandamál að meðferðarheldni er ekki alltaf mikil hjá þeim einstaklingum og við þurfum að koma að staði af hverju þeir sé ekki að nýta okkur þar sem að við getum boðið þeim upp á. Ef við myndum finna leiðina þar þá værum við örugglega forríkt sveitafélag sem vissi hvernig við ættum að vinna með það því að þetta er vandamál sem að hefur svo rosalega mikið fjölbreytileika í sér og það er svona álíka eins og við myndum finna upp lausnin á því af hverju nemendur hætta til dæmis í námi. Það er bara mjög erfitt að fara inn í mjög mörg mál alveg sama þó allar heimsins leiðir stæðu opnar fyrir viðkomandi einstakling, hann er ekkert endilega tilbúin til þess að þiggja þá meðferð sem í boðið er. Þannig að þetta er oft flókin og erfið staða. Nú það hefur í gegnum tíðina verið mjög stefnumótandi hvernig starfsfólk innan velferðarsviðsins hefur unnið og það nálganir sem að það starfsfólk hefur til þess að þjónusta íbúana. Sem betur fer hafa vinnubrögð þjóna til leiðsagnar og valdeflingar sem dæmi fessi í sessi í þjónustunni. Eins er það góða starf sem fer fram á öldrunarheimilinu út frá EDEN-stefnunni. Það er líka eitthvað sem hefur fessi í sessi. Og hér hefur starfsfólk og stjórnendur þegar skapað þekking og færni í því að veita góða þjónustu með því að nýta sér þessi verkfæri. Og þessar leiðir verða festar í velferðarstefnunni. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að halda áfram að vinna með. En það hefur mjög margt í þessu verkfærum sem þessar stefnur eða aðferðir gefa okkur, gefi góða raun bæði fyrir þá sem að veita þjónustuna og sérstaklega þá sem að þurfa á hana að halda. Nú svo hefur velferðartækni, henni hefur fleygt fram og það er eiginlega með ólíkindum að við hér á Íslandi, ég er ekkert að tala um Akureyri, en hér á Íslandi erum við mjög aftarlega á merinni með það
að nýta okkur velferðartækni. Og velferðartækni, hún alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðar, það stöðugt að koma fram nýjungar og lausnirnar að verða einfaldari, þó þau séu orðnar tæknilegri og betri, en þau vera einfaldari í þeim skilningi að þær að vera notendavænni, bæði fyrir þá sem að þurfa að nota þessi tæki og tól sem velferðar tækni býður upp á og þá sem að eru að vinna. Og það eins, þessi velferðartækni, hún verður fest í sessi með stefnunni og það er bara, ég mjög stolt af því að það hefur verið ákveðið forystuhlutverk hér á Akureyri varðandi nýtingu þessa tækja og tóla í velferðarstefnu. Og ef að einhver ráðherra þarna úti að hlusta sem ég á alveg von á, að þá mega þeir alveg fara að skoða hvað tækifæri eru þarna. Og það getur leitt að sér ýmislegt annað eins og til dæmis störf í hugbúnaðar og tæknistörf, að halda áfram að þróa tæki og tól innan velferðar tækni. Og ég fagna og tek undir það sem að bæjarfulltrúi Elías kom og talaði öskuna og skólasmiðina. Þetta úrræði sem við eigum að festa í sessi og gera meira. Og ég veit að það unnið mjög gott starf með bæði börnum og fjölskyldu þeirra sem eiga í ákveðnum vanda. Og vil bara ítreka líka það að við bara í kerfinu öllu, en eins og í þessum málaflokki, að nýta vel fagþekkingu og reynslu þvert á svið. Því að það sem að við erum að vinna með veika einstaklinga eða einstaklinga sem að glíma við erfiðar félagslega aðstæður, hvort sem það tímabundið eða til langs tíma eða bara eins og veikindi sem að eru ekkert neitt að fara að breytast eða batna, að þá verðum við að vinna þvert á svið. Ekkert sem heitir í þeim efnum og það var svona hluti og það var einkenni Akureyrarmódelsins sem að það var þetta að vinna að þvert á svið eða á stofnanir og við megum ekki tapa þeirri þekkingu og reynslu sem að úr þeirri vinnu og þó svo að heilsugæslan sé dottin út frá okkar, að við höfum ekki stjórn á henni þannig að þá ekkert sem bannar okkur að eiga samskipti og samstarf við alls konar aðila og þar á meðal Heilbrigðisstofnun Norðurlands að því að vinna að velferð íbúanna á Akureyri. En svo bara svona í lokin, það mjög gaman að sjá framan í andlitin hjá starfsfólki og sviðsstjórum í velferðarþjónustunni, þar sem ég var áður formaður í velferðarráði og bara enn og ofta bara takk fyrir ykkar störf og nefndin. Virkilega, ég sakna alveg nefndarinnar og vinnuna með ykkur því að það var einstaklega gott samstarf og gott fólk sem vinnur í velferðarráði og mér hlakka til þegar við förum að taka umræðina velferðarstefnuna þegar hún kemur hér inn og það ekkert vonandi fyrir sumarfrí, það bara verður fyrir sumarfrí og bara kæra þakkir og takk fyrir umræðina. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Já, forseti ágætur bæjarfulltrúi, ég gat bara ekki að hamið mig. Það þetta með þetta höfuðborgarsyndróm sem ég mér finnst svo glata einhvern veginn hvernig að það eins og að sé bara neikvætt fyrir okkur þetta því auðvitað höfum við þetta höfuðborgarsyndróm við erum höfuðstaður Norðurlands og við þjónustum svæðin í kringum okkur. Því fylgja einmitt svona ákveðin útgjöld og í formi þess að fólk sækir hingað þjónustu og flytur hingað fyrir þjónustu en því fylgja að sjálfsögðu líka miklir kostir og mér finnst bara svo glatað að tárast yfir göllunum en einhvern veginn
meta ekki kostina. Og ég get ekkert séð hvernig okkar höfuðborgarsyndrom öðruvísi heldur en Reykjavíkur. Ég meina það bara sama að gerast. Það sækir fólk og nágrannar sveitarfélögum helling á þjónustu, en á móti kemur, þetta segull á bæði þjónustu og síðan fólk og tækifæri. Þannig að mér finnst bara, þetta er bara staðan sem að við búum í. Við erum hérna stærsti bærinn og þjónustu miðstöð svæðisins. Og það eru gríðarlega tækifæri og gríðarlega kostir sem fylgja því, og mér finnst bara einhvern veginn, við verðum bara einhvern veginn að hafa smá jafnvægi í umræðinni þegar verið að ræða það. Þetta hefur svona kosti og galla, og bara, mér blöskrar alltaf svo þegar það einhvern veginn eins og þetta sé bara eintóm áþján, en það það svo sannlega ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þessum bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta í þriðja sinn sem ég kem upp núna. Bæjarfulltrúi Sóley er líka búin að koma upp þrisvar. Ég skil ekki þessa umræði sem hérna í gangi um það að við séum grátandi yfir einhverju. Við erum ekki grátandi yfir nokkru sköpuðum hlut. Bæjarfulltrúi Sóley sjálf talar forgangsröðun í fjármálum bæjarins og það þurfi að veita hérna ákveðna þjónustu og það sé mikilvægt að barnafjölskyldur gangi fyrir og ég veit ekki hvað. Það er nákvæmlega það sem við erum að ræða. Forgangsröðun og það hvernig við stöndum að þessari þjónustu í þessu bæjarfélagi. Ef að þú skilur það ekki þá þá bara get ég ekki hjálpa þér, því miður. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þá hefur Erla Björk Guðmundsdóttir formaður velferðarráðs óskað eftir að taka til máls. Hún ætlar að koma hinum megin? Nei. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er komin svefngáls í mannskapinn. Ég ætla að freista þess að svara þeim spurningum sem að til mín var beitt og bið bæjarfulltrúa afsaka það ef að ég hoppa fram og tilbaka í því. Ég er með þetta hérna á, ég er með svona miðasystem. En kannski fyrst varðandi nágranna sveitarfélögin og hvort að þau sé að greiða fyrir þjónustu hér, þá er það þannig að við erum með notendasamninga við nágranna sveitarfélögin sem að byggja á íbúafjölda. Þannig að já, þau eru að greiða fyrir þjónustuna. Við vitum það varðandi öldrunarheimilin, þá vitum við það að hópur eldri borgara fer stækkandi og við þurfum einhvern veginn að, finnst mér, að hætta að tala þetta hvað er að gerast lýðfræðilega og á öðrum sviðum, og við þurfum að svara því í hvernig samfélagi við viljum búa. Og það er í mínum huga alveg ljóst að við munum ekki fjölga hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og læknum í samræmi við fjölgun eldra fólks til dæmis. Það er óraunhæft markmið, það kostar allt og mikið. Önnunnar hlutverk er að færast í auknum mæli til fjölskyldna og það þarf að veita stuðning og fræðslu og þjálfun með öðrum hætti en áherslur 2010 gerðu ráð fyrir. Ef að fólk er útskrifað af sjúkrastofnunum þá þarf mjög oft að þjónusta það heima og þjónustan á sjúkrastofnunum er greidd af ríkinu og þjónusta heima er greidd af okkur
Og þess vegna samstarf og samþætting á milli þeirra sem að veita þjónustunni eða þjónustukerfana svo ofboðslega mikilvægt til framtíðar. Það mjög mikilvægt líka að við horfum til þess til framtíðar að samþætta tölvukerfi sem verið að nota sérstaklega í heilbrigðisþjónustunni. Þar erum við með mörg kerfi, þau eru mörg hver mjög góð en þau tala ekki nógu vel saman. Þetta eitt verkefni til framtíðar. Það var spurt lokunartíma við Kristnes og áhrif hér. Það samstarf lokunartíma við Kristnes til þess að minnka óþægindi við lokanir. Það var líka spurt út í stefnumótun með ríkinu í heilbrigðismálum eða öldrunarmálum og þá langar mig til þess að vísa á heimasíðu ráðuneytisins heilbrigðisráðuneytisins frá 17. mars þar sem eru tillögur starfshóps til heilbrigðisráðuneytis þar sem eru kannski 4 helstu niðurstöður eða stefnumótun til lengri tíma og það að til lengri tíma þá verði hugað því að lágmarka stofnanavist sem bara alveg í takt við það sem við höfum verið að ræða. Það hagkvæmur og sjálfbær rekstur af því að ef hann ekki sjálfbær þá gengur mótilega ekkert upp í sjálfu sér og allir eru sammála það og ég vona að við höfum ekki eftir að vera jafn mikið, jafn lengi sammála það eins og við höfum verið margt annað hér í kvöld. Það skipulagt mat á gæðum og svo að leggja áherslu á starfsumhverfi sem fólk vil vinna í. Þetta svona þessi þættir sem þykir hvað mikilvægastir þar. Það var spurt hvernig við ætlum að fara því að auka félagslegt öryggi og stuðla að góðum uppeldisskilyrðum. Besta svarið með öllum ráðum. Mér langar til þess að benda á ársskýrslur sviðanna sem hafa verið gefnar út og eru ítarlegar og mjög góðar þar sem að gera í rauninni vel grein fyrir starfseminni líka í sögulegu samhengi talsvert aftur. Þar lýsing á verkefnum sem verið að vinna, sögunni og leiðunum sem verið að fara. Það hvað í rauninni? Já, hvernig sér formaður velferðarráðs hreyfingu og það sem snýr að heilbrigðum lífsháttum? Þar þarf auðvitað samstarf við önnur svið sem að hafa með þann málaflokk að gera. Við hvetjum með mjög eindregnum hætti til heilbrigðra lífshátta með fræðslu og þjálfun kannski fyrst og fremst. Og það eru sérstök þjálfunarverkefni í gangi til dæmis á öldrunarheimilunum og þar hafa kannski verið stigin stærstu skrefin í þessa átt með þeim verkefnum. Það sem í rauninni verið að færa áhersluna frá þjónustunni yfir í þjálfunina. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á hárrétt að ramminn alls ekki nógu skýr, stóri ramminn. Annars vegar þá erum við með kröfur lögbundið hlutverk, hins vegar þá erum við með fjárveitingar sem leyfa ekki að þessar kröfur séu uppfylltar. Ég alveg sammála því líka sem var sagt hér að við getum ekki látið kranan leka og látið bæjarbúa borga brúsann. Það ekki hægt. Ég sagði líka við verðum að sækja peningana. Ef að það ekki hægt, þá verð ég bara að skipta skoðun seinna. Varðandi búsetusviðið, þá hefur vöntun á húsnæði fyrir fatlað fólk verið stóra málið en mér langaði að benda á að núna í febrúar þá kom húsnæðisáætlun þar sem gerð tillaga það hvernig húsnæðisþörf mismunandi hópa skuli mætt og áætlunin byggð á þeirri meginforsendu að Akureyrarbær sinni þörf þeirra sem eru undir tekjumörkum félagslega leiguíbúðakerfisins eða þeirra sem hafa þörf fyrir sérútbúnar íbúðir vegna mikillar fötlunar eða sambærilegra skerðinga en veiti stofnframlög til að auka framboð á ódýru leiguhúsnæði og stuðla að virkum leigumarkaði.
Heimaþjónustan að breytast og hún að þyngjast og við þurfum að móta stefnu í þeim málum. Fólki sem þarf þjónustu fjölgar en plássum í hjúkrunarrýmum fjölgar ekki á samsvarandi hátt og það þarf að efla samstarf á milli aðila sem að þjónusta þessu hópa. Og þjónandi leiðsögn og valdefling hugmyndafræði sem að stuðlar að því að fólk þurfi minni þjónustu. Og þess vegna hlýtur í raun og veru þjálfun, efling og fræðsla að vera alfa og omega komandi tíðar. Kannski aðeins að lokum langar til þess að þakka bæjarfulltrúa Elíasi fyrir hans innleggum skólasmiðjuna og öskjuna en hjá fjölskyldusviðinu þá áherslan til framtíðar stuðningur á borð við þessi úrræði sem að hann nefndi. Það verið að leggja meiri áherslu á það að færa þjónustuna nær þeir sem að þiggja hana og það sú nálgun sem að rannsóknir benda á að sé að skila mestum árangri núna. Alveg að lokum. Þá náum við markmiðum okkar með því að bæta lífskjör þeirra sem minna mega sín, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, veita aðstoð þannig að fólk geti búið sem lengst í heimahúsum, stunda vinnu og lifa sem eðlilegustu lífi. Við eigum að hvetja fólk til ábyrgðar á sjálfu sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt fólks og styrkja það til sjálfshjálpar. Og það hefur komið fram að velferðarstefnan ekki tilbúin. Ég hefði gjarnan vilja hafa hana og vísa í þau stefnumið sem þar og aðgerðaáætlun. Við erum hins vegar ekki verkfæralaus eða stefnulaus þó svo að það sé ekki og ég hafði með mér þessi 2 plögg og langar til þess að leggja áherslu á þessi verkfæri sem við erum með í höndunum. Verkfærin sem við viljum nota í allri þjónustu á velferðarsviðinu, það velferðartæknin og ef þið hafið ekki séð þessa verkfærakistu þá hvet ég ykkur eindregið til þess að skoða hana. Það þjónandi leiðsögn, það valdefling og síðast en ekki síst fræðsla og þjálfun. Takk fyrir mig. Erla Björg Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og ágæti formaður, þakka fyrir yfirferðina aftur og svörin. Ekki alveg sáttur svörin, en ég, það má ekki segja Ég geri mig grein fyrir að það samningur á milli sveitarfélags, milli sveitarfélaga á svæðinu og við sinnum öldrunarþjónustu. Það sem ég einfaldlega að benda á að ég hef líka ákveðin grun það að sá samningur ekki alveg sambærilega með þá greiðslu sem við erum að borga með okkar sem búi hérna í sveitarfélaginu. Og að það sé bara að sá raunkostnaður sem við erum að greiða með hverjum að einum einstaklingi sem að njóta öldrunarþjónustu. Ég held að við sem að borga niður þjónustuna fyrir nágrannasveitarfélögin með þessu samningi. Ég vona bara ekki svo sé ekki og bæjarstjóri var að tilkynna mér að það einhverjar umræður í gangi. En það þarf líka að fá leiðréttingu þar eins og það í ríkið. Það var ágætt, ef svo Varðandi lokun á Kristnesi, þetta var nú líka svona spurning til að fá fram einhverjar tölur. Þar hef ég líka svona pínlítið ónót í maganum að við séum nú kannski ekkert að hagna sérstaklega á þeim samningi. Að ríkið tekur bara eitthvað sparnaðarlega við ætlum að loka inn á Kristnesi núna, það er einfalt að loka í 5 mánuði og við tökum þetta bara yfir í öldrunarþjónustu. Hvað erum að fá greitt með þessu? Og erum við ekki sannarlega að fá mjög vel greitt með þessu? Því þetta dýr þjónusta á erfiðasta tíma. Sumaralsöka fólk og þannig að við getum bara loka. Getum við loka öldrunarþjónustunni og senda það bara sjúkrahús í 1 mánuð því það allir að vera sumarfrí okkur? Nei. Þarna einn annar punktur við ríkið sem ég ekki heldur alveg til í. Nú,
Mér langaði nú bara, fyrir ekki alveg fá nú, ég er undir kom bæjarstjóri inn að það var 100 og 120 tímar sem KPMG við höfum farið og talað í bæjarráði og alveg þau höfum komist eitthvað inn á í bæjarráði. Og núna þú vinna sem er að fara á milli núna KPMG eða sem er í núna, það er að greina hverju munurinn á okkar þjónustu og annarra þjónustu og annað. Fyrir mér er það afskaplega skýrt, það er cirka 430 milljónir, stendur í ásreikningunum okkar. Þar liggur munurinn, það sem við erum að borga með okkar þjónustu og önnur sveitarfélög eru ekki að gera. Þetta og auðvitað eru margar ástæður fyrir því, en þetta finnst mér alltaf jafn slæmt. En takk fyrir góðan fund. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Erla Björg Guðmundsdóttir, formaður velferðarráðs, hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, það hlýtur að koma fram í skýrslu KPMG ef að við erum að greiða mikið fyrir öldrunarþjónustu annarra sveitarfélaga. Ég hef engar upplýsingar að við séum að gera það. Varðandi samningin við Kristnes, þá er það þannig að við lokum tímabundið yfir sumarið og þá fara aðilar frá okkur þangað. Þannig að þetta er skiptisamningur sem að gengur í báðar áttir. Ég hef heldur engar upplýsingar að það halli á okkur í þessum samningi, en það kemur þá í ljós, eins og ég segi, í þessari greinargerð. Varðandi, það er auðvitað mjög auðvelt að segja að munurinn sé 430 milljónir. En af hverju er hann þá? Það er mjög flókin spurning og þess vegna er í rauninni verið að vinna alla þessa vinnu og þess vegna hafa sendinefndir frá okkar öldrunarheimili verið að fara til hinna öldrunarheimilina til þess að skoða í hverju getur munurinn legið, af því að það er ekki augljóst. Og við erum ekki komið með svörum við því, en ég get alveg sagt þér að við bíðum spennt og vonum svo sannarlega að við sjáum einhverja skýringu á þessu, af því að þetta er ekki það að íbúar og starfsfólk öldrunarheimilina borði bara kavíar og aðrir starfsmenn venjulegan mat. Skýringarnar eru ekki augljósar. Þá væri þetta gat sem væri búið að stoppa upp í, þá væri búið að skrúa fyrir hennan krana. En það er verið að gera allt sem hægt er til þess að það verði gert bæði fljótt og vel. Takk. Þakka Erlu Björg Guðmundsdóttir, formanni velferðarráðs, fyrir sína tölu. Orðið er laust. Og segjum við þessu leið lokið.